Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þann 2. september 2014. Forseti vill bjóða borgarfulltrúa velkomna til starfa eftir sumarfrí og vonar að við eigum farsælt og gott samstarf á þeim vetri sem nú að hefjast. Fyrsta mál á dagskrá fundarins umræða samstarfsyfirlýsingu Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata og til máls tekur hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, við leyfi forseta. Við sem myndum meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur komum úr ólíkum áttum en stefnum nú að sama markmiði. Með hreinskilni og heiðarleika að leiðarljósi ætlum að læra hvert af öðru og mynda heild sem auðugri en summa okkar saman lögð. Við viljum leggja okkar á mörkum til að búa til borg í þessum sama anda. Með flóknara og hraðara samfélagi og aukinni fjölmenningu viljum við frekar huga því sem sameinar okkar en að ala á sundrungu. Við viljum friðsælt, réttlátt og frjálslynt samfélag þar sem allir sitja við sama borð og lúta sömu leikreglum. Við styðjum við kvenfrelsi og baráttu ólíkra hópa fyrir jafnri stöðu og þeirra eigin forsendum. Við hlúum að grasrótinni þar sem réttlætið og mannúðin dafna best. Virðing fyrir öllu fólki, komandi kynslóðum og náttúrunni verður sett í öndvegi. Síðast en ekki síst viljum við að það sé ekki bara okkar vilji sem gildi, við viljum efla lýðræðið svo að kraftar allra borgarbúa nýtist við stefnumörkun og ákvarðanatöku eins opinbera. Við hlustum á alls konar raddir og sköpum þeim vettvang. Með opnari stjórnsýslu verður samræðan upplýstari, ákvarðanatakan skilvirkari og sáttin meiri. Þannig hljóðar inngangur að samstarfsyfirlýsingu Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna í borgarstjórn sem kynnt var í Elliðaárdal 11. júní síðastliðinn. Þar koma fram þau stefnumið sem við höfum sem meirihluti sameinast og lykil áherslumál sem sum eru þegar komin í vinnslu, önnur á leið í framkvæmd, en lýsa í stutt og knöppu máli þeim verkefnum sem við viljum vinna að á kjörtímabilinu. Fyrsti kaflinn fjallar stjórnkerfi og lýðræði. Gagnsæi og aukið íbúalýðræði eitt af meginverkefnum kjörtímabilsins. Markmiðið að auka traust, bæta upplýsingamiðlun og hvetja til lýðræðislegra þátttöku. Stjórnkerfis- og lýðræðisráð verði fastanefnd í stjórnkerfi borgarinnar. Ráðið hafi það hlutverk að finna og þróa leiðir til að opna stjórnkerfi og bókhald borgarinnar, bæta skilvirkni og viðmót þjónustunnar og auka þátttöku íbúa í ákvarðanatöku. Stofnað verði embætti erindreka gegnsæis og samráð sem vinnur með stjórnkerfis- og lýðræðisráði að verkefnum þess. Vinna verði tillögur eflingu nærþjónustu og hlutverk hverfaráða, gerð verið úttekt á kostum og göllum betri Reykjavíkur og betri hverfa og gerða tillögur næstu skref í rafrænu þátttökulýðræði. Unnin verði samþykkt verkaskiptingu kjörinna fulltrúa og embættismanna, hlutverk hvers og eins í þátttökulýðræði verði einnig skilgreint. Unnin verði samþykkt framkvæmd íbúakosninga. Áhersla verði lögð á að nýta opinn og frjálsan hugbúnað þar sem því verði við komið á öllum stigum stjórnsýslu og þjónustu. Á kjörtímabilinu verður meginreglan sú að borgin sér rekstur leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu. Samstarf við grasrótur og hagsmunasamtök verði skoðað, komi slíkar hugmyndir upp sem á einkarekstur án arðsemissjónarmiða og aukinnar gjaldtöku. Það þarf ekki að hafa mörg orð mikilvægi þessa kafla, ekki síst í ljósi minnkandi kosningaþátttöku og ákalls lýðræði. Þess vegna trónir þessi kafli stjórnkerfi og lýðræði fyrstur í samstarfsyfirlýsingunni. Næstur kaflinn húsnæðismál. Borgin beitir sér fyrir því að 2500 til 3000 leigu- og búseturéttaríbúðir fari í uppbyggingu í Reykjavík á næstu 3 til 5 árum. Uppbyggingin verði blanda alls konar íbúða, almennra, stúdentaíbúða, íbúða fyrir fjölskyldur og einstaklinga, íbúða fyrir fatlað fólk, heimilislausa og eldra fólk. Stefnt er að því að húsnæðisstuðningur verði einstaklingsbundinn og taki mið af stöðu viðkomandi. Sérstakar húsaleigubætur verði óháð því hver á eða rekur leiguhúsnæði og þær verði teknar til endurskoðunar samhliða innleiðingu húsnæðisbóta. Við ætlum að ljúka við eigendastefnu fyrir félagsbústaði. Sérstök áætlun verði unnin fjölgun félagslegra íbúða, hvort sem með byggingu eða kaupum. Söfnun, miðlun og birtingu upplýsinga á sviði húsnæðismála verði bætt. Skóla- og frístundamál.
Við viljum virkja styrkleika allra barna og ungmenna, tryggja þeim líði vel, kveikja áhuga þeirra og ýta undir sköpun og frumkvæði. Við viljum að börn og ungmenni hafi meiri áhrif á það hvað þau læra og markmið skóla verða öll börn stundi námi við sitt hæfi í samræmi við þroska, áhuga og færni. Við viljum auka sveigjanleika og sjálfstæði kennara og skólastjórnenda til að þróa, bæta og auka fjölbreytni í skóla- og frístundastarfi í borginni í samráði og samstarfi við foreldra og nemendur. Við viljum vinna með kennurum að því að gera kennarastarfið eftirsóknarverðara með tilliti til kjara, starfsþróunar og vinnuumhverfis. Við viljum gera verk, tækni og listgreinum jafn hátt undir höfði og bóklegum greinum og leggja áherslu á læsi í víðum skilningi. Við stöndum vörð sköpun og leik sem kjarna leikskólastarfsins. Við viljum að allur þorri barna geti lesið sér til gagns í grunnskólanum. Reykjavíkurborg hrindi í framkvæmd áætlun eflingu móðmálskennslu barna af erlendum uppruna. Sett verður á fót þróunarverkefni þar sem boðin verði kennsla í algengustu tungumálunum í grunnskólum borgarinnar. Lögð verði áhersla á jafnan aðgang barna að fjölbreytt og skapandi frístundastarfi. Mótuð verði stefnu frístundaþjónustu og félagsstarf fyrir alla Reykvíkinga með sérstaka áherslu á börn og unglinga. Samfella og samvinna milli skólastiga verði aukin. Áhersla verði lögð á samvinnu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í skóla- og frístundamálum. Áætlun verði unnin að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla og viðræður teknar upp við ríkisstjórn og Alþingi að ná því markmiði. Bætt kjör barnafjölskyldna. Gjaldskrár verði samræmdar og einfaldaðar. Á árinu 2015 verði fjármagn til skóla- og frístundasviðs aukið 100 milljónir króna og árið 2016 verða settar 200 milljónir til viðbótar til lækkunar og námsgjöldum í leikskólum. Einnig verði teknir upp systkinaafslætti þvert á skólastig. Þá verði frístundakort hækkað 5.000 krónur á barn hvort ár. Stefnt verði að því að taka frekari skref til að bæta kjör barnafjölskyldna á síðari hluta kjörtímabilsins. Þær ákvarðanir taki mið af stöðu borgarsjóðs. Umhverfis- og skipulagsmál. Nýtt aðalskipulag Reykjavíkur verði leiðarljós í skipulags- og umhverfismálum. Kynning og upplýsingagjöf til íbúa verði bætt í tengslum við skipulagsmál, bæði stór og smá. Hverfaskipulag verði unnið í nánu samráði við íbúa viðkomandi hverfa. Markmið skipulagsins verði sjálfbær hverfi með heildstæða þjónustu, græn svæði og fjölbreyttar samgöngur. Við viljum efla hverfisvitund í öllum hverfum. Við viljum minnka svifryk og mengun af mannavöldum, unnið verður að eflingu strætó, auknum forgangi almenningssamgangna í umferðinu og áframhaldandi uppbyggingu hjólastíganets í samræmi við hjólreiðaáætlun. Komið verður á fót hjólaleigukerfi í Reykjavík. Við viljum efla BSI sem samgöngumiðstöð, við viljum vinna bættri umgengni, minnka sóun, þróa græn innkaup og bókhald og auka endurvinnslu. Menntun til vistvænni samgönguhátta verður aukin. Við viljum standa vörð vatn sem auðlind. Unnið verði viðbragðsáætlun vegna loftslagsbreytinga og björgunaráætlun Orkuveitu Reykjavíkur verði fylgt og áhersla lögð á þau brýnu úrlausnarefni sem fyrirtæki stendur frammi fyrir á sviði umhverfismála. Velferð. Áhersla verði lögð á einstaklingsbundinn stuðning til sjálfshjálpar og virkni. Þeim sem þarfnast fjárhagslegra aðstoðar verði boðin tækifæri til vinnu, náms, starfsendurhæfingar eða meðferðar. Vinnufærum einstaklingum án atvinnu verði fundin störf í samvinnu við atvinnulífið eftir því sem kostur er. Sérstök áhersla verði lögð á forvarnir og virkni ungs fólks. Nauðsynlegt er að auka fé til málaflokks fatlaðs fólks. Það verði meðal annars sótt með samningum við ríkið. Við viljum gera eldra fólki kleift að búa heima með því að efla heimaþjónustu. Við viljum einnig fjölga hjúkrunarrýmum í samstarfi við ríkið. Við viljum efla stuðning við fjölskyldur barna og ungmenna í vanda og samræma upplýsingar þau úrræði sem í boði eru. Styrkja þarf stöðu barnaverndar og efla barnavernd, meðal annars með auknu samstarfi á höfuðborgarsvæðinu. Öldungaráð verði loksins stofnað og áhersla verði lögð á að bæta stöðu utangarðsfólks og fíkla. Skaðaminnkandi úrræði verði efld eða tekin upp þar sem við á. Mannréttindamál. Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar verði uppfærð og endurskoðuð, þar með talið hlutverk mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráðs. Við viljum leggja sérstaka rækt fjölmenningu og efla fjölmenningaráð. Reykjavík taki vel á móti nýjum íbúum með að kynna þeim réttindi og skyldur og þá þjónustu sem í boði er. Samstarf og samráð við grasrótarsamtök og sviði mannréttinda verði aukið. Við viljum að Reykjavíkurborg verði fyrirmyndaratvinnurekandi sem endurspegli fjölbreytni samfélagsins. Áætlun að útrýma kynbundnum launamun verði framfylgt. Áfram verði unnið gegn skaðlegum áhrifum staðalmynda, klámvæðingar og vændis og sporna gegn kynbundnu ofbeldi af öllum toga. Íþrótt- og tómstundamál.
Áhersla verði lögð á lýðheilsu og almenningsíþróttir fyrir öll æviskeið og að frístundatilboð sé á viðráðanlegu verði. Við viljum halda áfram að flétta íþróttir, hreyfingu og tómstundir inn í samfelldan skóladag barna. Sérstök áhersla verði lögð á að kynna þau fjölbreyttu tækifæri sem eru til útivistar og íþróttaiðkunar alla borg. Við viljum efla jaðaríþróttir og almenna útivist. Stutt verði við faglegt starf innan íþróttarhreyfingarinnar, auk fræðslu um meðferð eineltismála og kynferðislega áreitni. Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn verði efldur. Ný sundlaug og íþróttamannvirki verði byggð í Úlfarsárdal og útilaug við Sundhöllina. Atvinnustefna borgarinnar er leiðarljós við þróun atvinnusvæða og aðkomu borgarinnar að atvinnumálum. Reykjavík á að leggja áherslu á gott viðmót og þjónustu gagnvart atvinnulífi og fyrirtækjum. Við viljum stuðla að uppbyggingu skapandi greina, þekkingargræna og græna hagkerfisins. Áfram verði áhersla á að efla Reykjavíkurborg sem ferðamannastað allt árið. Frekari uppbyggingu gistirýma og hótela verði dreift með skynsamlegum hætti borgina. Menningarmál. Ný menningarstefna borgarinnar er leiðarljós í menningarmálum. Við viljum leggja áherslu á listir fyrir og með börnum. Byggt verði við Grófarhús og Kaffi Kultúra endurreist. Við viljum auka stuðning við grasrótarstarf í menningarlífinu. Borgarhátíðirnar verði þróaðar áfram og efldar. Gert verði ráð fyrir fjölbreyttri list í almenningsrými strax á skipulagsstigi. Svo mörg voru þau orð, þannig hljóðar samstarfssáttmáli nýs meirihluta í borgarstjórn. Hvern og einn þátt í honum mætti hafa mörg orð. Einstakir fulltrúar munu fylgja ákveðnum köflum úr hlaði í umræðinni hér í dag, en eins er sjálfsagt að spyrja eða leggja í púkkið þegar við vonumst til þess að innleiða þessar áherslur í góðri samvinnu, bæði hér innan borgarstjórnar við samstarfsfólk okkar í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar, en síðast en ekki síst við borgarbúa, hagsmuna og félagasamtök, grasrótina og allt lífið sem hrærist í borgarsamfélaginu. Því að velferð þess og framtíð eru þetta kjarni málsins. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Forseti og ástkæra borgarstjórn. Ég held að það sé upplagt að viðhalda þeim sið að nefna borgarstjórn eða ávarpa borgarstjórn með þessu hlýja og fallegu orði, ástkæra. Það er gaman að vera komin hingað aftur eftir sumarleyfi og það er svona, það er nokkur eftirvænting í loftinu. Maður sér það á dagskrá borgarstjórnar að það er hugur í fólki og það er gott að vita til þess, bæði í svokölluðum meirihluta og minnihluta. Nú ég verð að segja það, ég bind nú töluverðar vonir við að við getum átt hér gott og farsælt samstarf á þessu kjörtímabili. Skulum byrja bara þessum vetri og taka þetta svo skref fyrir skref, einn dag í einu. Þrátt fyrir að við höfum auðvitað ólíkar skoðanir og ólíkar meiningar á ákveðnum hlutum og eins og ég sagði, þótt við teljumst vera í meirihluta og minnihluta, sem er svona dálítið það form sem að lýðræðið hefur tekið sér í þessum sveitarstjórnarmálum. Það virðist vera að það þurfi svona að blokka sig svolítið saman til þess til að hlutirnir gangi almennilega fyrir sig, en ég veit ekki. Þetta er eitthvað sem að við búum við og er í sjálfu sér ágætt að mörgu leyti. Þetta er slæmt að öðru leyti. En tengist þessum samstarfssáttmála auðvitað með mjög beinum hætti, því að við sem stöndum að meirihlutanum kusum að setja lýðræðismál mjög ofarlega og setja þau á oddinn, ef svo má segja.
Og það ekkert að ástæðulausu því að auðvitað er það svo að okkar stjórnfyrirkomulag á að vera í stöðugri endurskoðun og lýðræðið auðvitað bara svona eins og lifandi fyrirbæri. Það ekki meitlað í stein, við verðum að lýðræðið raun og veru deyr leið og við hættum að pæla í því. Og lýðræðið deyr leið og við hættum að reyna að eiga við það. Og það deyr lýðræðið leið og við reynum að hættum að reyna að bæta það. Og þess vegna finnst mér ótrúlega mikilvægt að við höfum sett lýðræðismál á oddinn í okkar samstarfssáttmála og ég held að allir flokkar í borgarstjórn geti fagnað því og sé á þeirri línu. Mér finnst líka mjög mikilvægt að við setjum í okkar samstarfssáttmála skýra línu varðandi mannréttindamál því að mannréttindamál auðvitað eitthvað sem að kann að virðast hér á Vesturlöndum kunna mannréttindamál að virðast vera sjálfsagður hlutur og það sé eitthvað sem ekki þarf að vera að eyða svo miklu púðri í. Hér sé allt í svo fínum málum að það sé bara einhvers staðar annar staðar, einhverjum svokölluðum vanþróuðum hlutum heimsins sem að þarf að gæta mannréttindum. En það nú ekki þannig því miður og við þurfum að vera mjög vakandi gagnvart mannréttindum okkar borgara hér og hvernig við komum fram við fólk og hvernig fólk kemur fram við hvort annað. Og svo eigum við auðvitað að skipta okkur að því ef okkur finnst einhverjir, hvar sem þeir eru staddir í heiminum, vera að misbeita eða brjóta mannréttindi, brjóta sjálfsögð mannréttindi, þá eigum við að láta það okkur varða og ég held að mörguleyti hafi svona ákveðin tónn verið settur á síðasta kjörtímabili hvað það varðar og ég er þess fullviss að við munum allavega sá meiri hluti sem nú alveg klárlega að halda því merki á lofti og halda áfram á þeirri braut og ég held í raun og veru að það hafi svona orðið ákveðin vakning hvað þetta varðar og ég held að flestir stjórnmálamenn muni nú láta mannréttindi hvar sem að láta mannréttindi í heild láta sig varða hér eftir og það vel. En þessi meirihlutasáttmáli auðvitað forgangsröðun okkar sem að honum stöndum. Þarna sett fram þetta metnaðarfull yfirlýsing og ef okkur tekst þetta allt saman þá getum við nú gengið ansi sátt frá borði þegar þar kemur. En það er ýmislegt þarna sem að það er ákveðin tónn til dæmis varðandi það að margt í þessum sáttmála sem byggir á því að fólki sé gefið tækifæri til sjálfsábyrgðar, til dæmis í velferðarmálum og fólki sé gefið tækifæri til að taka á málin í sínar hendur, þar að segja gefin tækifæri sem að þau eiga rétt á og mér finnst það gríðarlega mikilvægt og á þetta að vera svona okkar á að vera svona lykil fókuspunktur finnst mér hjá okkur í stjórnmálunum að ekki endilega vera að segja fólki nákvæmlega hvað á að gera heldur að veita því tækifæri til að bjarga sér sjálft. Nú mig langar aðeins að nefna áherslur í atvinnumálum því að auðvitað það svo að það sem sett fram í svona sáttmála gjarnan útgjaldaaukandi eða getur vist þannig við fyrstu sýn en auðvitað fyrst og fremst kannski verið að fjalla það hvernig við ætlum að verja þeim peningum sem við höfum úr að spila en það líka mikilvægt að við byggjum hérna upp fjölbreytt atvinnulíf í borginni og kannski reynum að fjölga störfum sem að gefa okkur miklar tekjur
og við reynum að byggja upp hérna atvinnulíf sem spennandi, sem að fólk, kraftmikið fólk sér tækifæri sér tækifæri til að spila úr, koma inn með sínar hugmyndir í einhvern ramma sem að við höfum skapað hérna, einhverja svona lauslega umgjörð. Og ég held að ef að það sem nær fram að ganga sem nefnt hérna atvinnumál í þessum sáttmála, þá sé Reykjavíkurborg að horfa fram á afskaplega bjarta tíma. Svo eitt svona, ég kann ekki að vera að svara hér í allan dag, en mér langar líka að nefna bara svona í framhjálaupi, það kannski ekki, það nú í sjálfu sér nefnt, það samstarf við nágranna okkar hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta við landið allt, en það gríðarlega mikilvægt að við höldum áfram að efla samstarf sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Það eru mörg sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, við skulum bara orða það þannig. Og sumir segja að þau séu of mörg, og ég nú reyndar á því, það eru óþarflega mörg, við gætum held ég haldið betur á okkar málum ef við værum aðeins færri. Þetta þarf ekki endilega að vera eitt sveitafélag, en mér dettur í hug kannski 2, það væri ágætis tala, 2 fallið tala líka. Og það er eitthvað, þetta er umræða sem við eigum að halda vakandi. Ég held að sé ekki, við þurfum að halda þessari umræðu á lofti. Ég held að það sé ólíklegra að aðrir gera það, og við þurfum að vera óhrædd við að kanna hvort það ekki einhverju kostir fylgjandi því, og við þurfum líka að ef það kemur á daginn að það ekki, að þetta sé svona, þetta fyrirkomulag eins og það núna, og það sé hið besta af öllum fyrirkomulögum og engin ástæða til að breyta nokkrum sköpuðum hlut, þá er það bara þannig. Það er svolítið eins og með stjórnkerfið okkar. Við þurfum alltaf að vera að huga því, er það eins og er það fullkomið eins og það eða er rétt að hafa það í stöðugri endurskoðun. Ég held að sveitarfélagamörk megi gjarnan vera í stöðugri endurskoðun. En ég vona því, og það nú svona mín skilaboð til nágranna okkar hér, okkar næstu nágranna, að við vonumst eftir góðu samstarfi. Það byrjar á því. Þurfum ekki endilega að sameina strax. Við þurfum að byrja á að vinna vel saman, og það hefur gengið vel síðustu 4 ár og ég vona að það aukist enn frekar. En ég hlakka til að fylgjast með umræðum hér í dag þennan sáttmála, og þakka fyrir mig að sinni. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu, og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarstjóra fyrir kynningu á meirihlutasáttmálanum. Ég ánægður með hann í meginatriðum, enda tók ég þátt í að skrifa hann og mótað og forgangsraða áherslum þar. Og fyrir hönd mín og minna félaga í Pírötum, þá erum við auðvitað hæst ánægð með það að áherslur á gagnsæi og lýðræðiseflingu fá þar hæsta forgang, og borgarstjóri og borgarfulltrúinn Sigurbjörn Blöndal hafa útskýrt það ágætlega hvernig það hugsað og hvernig það til komið, og það mjög jákvætt að við erum sammála að setja þetta í forgang, enda hafa Píratar alltaf talað fyrir því að við okkar baráttumál snúast ekki síst það að fá aðra til að hlusta á okkar forgangsröðun og vera öðrum innan handar við þessa sérhæfingu okkar, ef svo mætti orðið komast. Og vissulega erum við líka opin þvert á allt. Björn kom dálítið inn á það að þetta meirihluta, minnihluta fyrirkomulag ekki háheilagt og þarf ekki að stjórna öll okkar starfi, enda hefur það verið mín reynsla hingað til og hef alltaf gefið það út, og það hefur verið tekið ágætlega í það að þessar til dæmis ráðið sem ég með formennsku yfir og þessar áherslur, þær eru unnar þverpólitískt, og við erum opin fyrir hugmyndum alls staðar að. Ég held líka og vona að allir séu sammála allavega markmiðin, þó
þó að það megi kannski deila leiðir og form og það er í sjálfu sér sjálfsagt að fólk hafi mismunandi skoðanir af því og vilji finna því flöt. En mér langar með leyfið forseta til að lesa upp úr grein sem að fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins skrifaði viku fyrir kosningar 24. maí síðastliðinn í sama blað, af því að mér fannst hann hafa náð þessum anda mjög vel sem að hér verið að stefna því að innleiða í borginni. Og það hljóðar svo: Sveitarfélög fjalla sameiginleg málefni íbúanna. Það ekkert sem mælir gegn því að íbúar í viðkomandi sveitarfélagi geti sest við tölvu heima hjá sér og flett upp á heimasíðu sveitarfélagsins upplýsingum mál sem þar eru til meðferðar, umræðu og afgreiðslu. Svo segir hann síðar: Slíkur beinn aðgangur borgaranna að upplýsingum lykilatriði í stjórnskipun samfélags sem hefur hafið þá vegferð að færa sig frá fulltrúalýðræði 20. aldarinnar til beins lýðræðis 21. aldar. Sú þróun hafin hér og hún verður ekki stöðvuð. Þáttur í þeirri þróun að almennir borgarar hafi aðgang að sömu upplýsingum og kjörnir fulltrúar, embættismenn og sérfræðingar hafa haft aðgang að undanförnum áratugum. Slíkur aðgangur að upplýsingum forsenda þess að almennir borgarar geti tekið ákvörðunarvald í meginmálum í sínar hendur. Og þessi grein skrifuð sem sé til brýningar gömlu flokkunum og kannski fyrst og fremst hans eigin flokki, Sjálfstæðisflokknum, að leiðin fram á við sé að eins og sumir myndu orða það, stela þessum áhersluatriðum, og okkur Pírötum eins og ég sagði ljúft þegar það gert. Þetta ekki okkar einkaeign. Og þetta segir Styrmir: Fjórflokkurinn svonefndi þarf að gefa málflutningi Píratana gaum. Þeir eru að segja eitthvað sem yngri kynslóðirnar skilja og höfðar til þeirra, þótt hér skuli viðurkennt að ég skil ekki að öðru leyti en þessu hvað stjórnmálabarátta þeirra snýst. En hér vissulega grundvallaratriði í samfélagsþróuninni að ræða. Svo segir hann í lokin: Tíðarandinn vísbending að lýðræðisbylting í uppsiglingu. Sú bylting mun ná til allra stofnana samfélagsins, ekki bara Alþingis og sveitarstjórna, heldur líka flokka, fyrirtækja og ekki síst lífeyrissjóða. Og upplýsingabyltingin forsenda hennar. Og það einmitt þessi áhersla á nýtingu upplýsingatækninnar sem að mun vera sett í fyrsta forgang núna. Þar bý ég sjálfur yfir ákveðinni sérfræðiþekkingu sem menntaður tölvunarfræðingur og fyrrum forritari. Og með ráðinu, stjórnkerfis- og lýðræðisráði, funda vefstjóri sem og skrifstofustjóri, skrifstofu þjónustu og rekstrar. Og meiningin með þessu að stytta boðleiðir og hafa þá sérfræðiþekkingu sem til þarf á einum stað og hafa þessa vinnu á einum skýrum stað. Og ég sé ekki betur en að það ánægjulegt að segja frá því að fulltrúar allra flokka virðast hafa skipað mjög vel í þetta ráð og faglega. Við funduðum í síðustu viku og við bíðum þess að fundagerðin komi út af vefinn. Það getur tekið sinn tíma en þetta kemur allt saman. Við erum að koma okkur upp ferlum. Og ég hlakka mjög til þess að fá að innleiða þá stefnu sem við Píratar boðuðum og aðrir hafa líka talað fyrir þó að forgangurinn hafi verið annar. Ég myndi segja að stjórnmál eins og annað í nútíma samfélagi snúist svolítið sérhæfingu. Við eigum að fá að sérhæfa ykkur í því sem við kunnum og höfum áhuga á og þess vegna held ég að meirihluta samningurinn og það fólk og þeir flokkar sem skipa þennan meirihluta búi við töluverðan styrk að sérhæfa sig í þekkingu og áherslum og hugmyndafræði og það mín von að þessi blanda og auðvitað í samstarfi við hinn svonefnda minnihluta getur orðið okkur til góðs. Ég ætla að láta þessu lokið í bíli og þakka fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir.
forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, ég vil nú segja eins og aðrir, það er gaman að vera komin hingað aftur og ég hlakka til að fást við þau verkefni sem að við okkur blasa á bæði kjörtímabilinu og þessum komandi vetri. Þessi málefnasáttmáli sem að hér er til umræðu, sú setning í honum sem ég þykir vænstum, er fyrsta setningin. Við sem myndum meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur komum úr ólíkum áttum en stefnum nú að sama markmiði. Það er ekki alvitlaust það sem að borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson sagði hér áðan að stjórnmálin í dag snúist kannski að meiri í síauknum mæli sérhæfingu. Vegna þess að við sáum það og það í rauninni kom mér á óvart þegar við fórum að vinna að þessum meirihlutasáttmála hvað við þurftum að gera litlar málamiðlanir. Þetta snerist í rauninni fyrst og fremst það að taka það besta úr stefnuskrám þeirra flokka sem höfðu ákveðið að vinna saman og móða eitthvað úr því. Og í rauninni það þannig að ekkert sem að við vorum að leggja fram var eitthvað sem að aðrir gátu ekki fellt sig við og svo framvegis nema kannski einstökum afmörkuðum málum. En í grunninn erum við öll sátt við það sem að hér er komið fram og ég held að það sé ekkert orðum aukið þegar ég segi að þetta sé í rauninni það besta úr stefnum allra þeirra flokka sem að meirihlutanum standa. Við erum með meirihlutasáttmála sem að er ekki stórkallalegur í yfirlýsingum. Þetta er ekki best eða stórlega eða gríðarlegt eitthvað, það eru engin grettistök, þetta er bara yfirveguð lýsing á þeim verkefnum sem að við teljum mikilvægt að vinna á kjörtímabilinu. Vissulega er þetta mjög pólitísk yfirlýsing og þarna eru hlutir sem að ég geri ráð fyrir að verði umdeildir hér í þessum sal og í ráðum borgarinnar og ekkert allir flokkar séu endilega sammála hvert eigi að fara en við sem stöndum að meirihlutanum erum sammála það og teljum að þetta séu mikilvæg verkefni. Ég ætla svo sem ekki að það hefur verið farið ágætlega yfir þennan lista eða þessi verkefni sem eru 10. Mér langar samt aðeins að nefna að svona þau atriði sem að ég til mér langar til þess að fara yfir hérna. Við erum að hlúa að grunnþjónustunni, við erum að hlúa að skólunum, að frístundinni og að velferðinni. Við erum að tryggja góð starfsskilyrði, ætlum að tryggja þau og síbatnandi starfsskilyrði. Hluti af því er að innleiða þær kjarabætur sem að hefur verið samið núna og stefnir mögulega á næsta ári. Við höfum verið að leiðrétta kjör kennara sem var löngu tímabært og erum að vinna að því að útrýma kynbundnum launamun bæði innan sviða og á milli sviða. Það er náttúrulega þannig eins og ég hef oft sagt í þessum sal og ég ætla alltaf að tala þegar við tölum kynbundinn launamun að kynbundnum launamun verður ekki útrýmt einum og sér. Hann er ekki orsök, hann er afleiðing kynjamisréttis í samfélaginu og á meðan karlar og konur standa ekki við sama borð í samfélaginu þá verður til kynbundinn launamunur. Við getum aftur á móti beitt handaflsaðgerðum til þess að draga úr honum en á sama tíma verðum við að vera með stöðugar mælingar og stöðuga upplýsingagjöf til þess að fylgjast með því að þróunin sé ekki í þá átt sem að hún virðist alltaf fara í, það er að karlar séu á hærri launum heldur en konur. Þetta er eitthvað sem við munum beita okkur fyrir með öllum tiltækum ráðum á kjörtímabilinu og vonandi náum við að útrýma kynbundnum launamun með þeim handaflsaðgerðum sem að þarf. En á sama tíma verðum við auðvitað að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna bæði í skólastarfi, innan velferðarinnar og í öllu starfi stjórnkerfisins og þjónustunnar hjá Reykjavíkurborg. Húsnæðismálin eru eitt mikilvægasta verkefni og viðfangsefni stjórnmálana, ekki bara meirihluta borgarstjórnar Reykjavíkur, heldur stjórnmálana almennt og kannski samfélagsins. Við ætlum að gera okkar besta. Það sem við höfum lagt til hér er annars vegar að reyna að stuðla að auknu framboði leiguhúsnæðis vegna þess að þannig getum við stuðlað að sanngjarnari leigumarkaði en einnig að auknu framboði félagslegs húsnæðis til þess að passa upp á að allir hafi húsnæði við hæfi. Við höfum þegar sett í stað vinnu við þetta og ég bind vonir við að við munum hafa talsverð áhrif á húsnæðismarkaðinn með því sem að bæði kemur fram í þessum samstarfsáttmála en líka þeim aðgerðum sem að þegar hafa verið kynntar og verið að vinna að. Sáttmálinn er grænn. Þar er kveðið á áframhaldandi ríka áherslu á umhverfismál
ekki síst birtist það í náttúrulega bara því aðalskipulagi sem þegar hefur verið samþykkt. Þetta framsæknasta aðalskipulag sem hefur verið unnið hjá sveitarfélagi á Íslandi held ég, og ég tala nú ekki þegar við bætum hverfiskipulagsvinnunni við, þegar við verðum komið með skipulag fyrir hvert hverfi sig, þar sem við gerum ráð fyrir tiltölulega sjálfbærum hverfum með nærþjónustu, tiltölulega þéttri byggð og þar með vistvænni samgönguháttum og vistvænni lifnaðarháttum, þá erum við farin að stuðla að miklu grænni og sjálfbærari Reykjavík. Við stefnum að því að efla umhverfismennt, við þurfum að efla hjólafærni, við þurfum að passa upp á að börn og unglingar kunni að taka strætó og þekki kosti þess að nota almenningssamgöngur og reyna að fjölga notkun eða farþega í strætó eins mikið og hægt og passa upp á að þeir noti strætó eins lengi og hægt Við getum gert ýmislegt til þess og við munum vonandi geta gripið til einhverja aðgerða þar að lútandi á kjörtímabilinu. Fleiri umhverfisatriði að við ætlum að standa vörð vatnið, við ætlum að fara í að vinna viðbragðsáætlun vegna loftslagsbreytingar sem gríðarlega mikilvægt og við munum leggja höfuðáherslu á umhverfismál við stjórnun og rekstur orkuveitunar á kjörtímabilinu. Auðvitað eru fleiri þættir sem hér inni, það mjög mikilvægt að við förum í að endurskoða mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, hún barn síns tíma, hún frábær, það mjög margt sem þar kemur fram sem var bara tiltölulega byltingarkennt þegar að mannréttindastefnan var samþykkt á sínum tíma. Ég held í alvörunni að við höfum verið fyrsta opinbera stjórnvaldi til þess að samþætta mannréttindi, að vera ekki með jafnréttisstefnu og svo stefnu málefni innflytjenda og svo stefnu þennan hóp og hinn hópinn, heldur bjöggum við til eina stefnu, en það hefur mjög margt gerst á sviði mannréttindamála síðan það var og það mikilvægt að við séum stöðugt að fylgja eftir þeirri þróun sem hefur orðið bæði innan fræðanna og á vettvangi grasrótarinnar. Í velferðarmálum munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að halda áfram. Við þurfum að halda áfram eins og ég sagði áðan að bæta þjónustu félagsbústaða. Við ætlum að efla stuðning við fjölskyldur barna og ungmenna og standa vörð barnavernd í Reykjavík. Og svona geti ég lengi talið. Ég ætla svo sem ekkert að hafa þetta mikið lengra, ég ætla ekki að fara eins og ég sagði áðan yfir alla þessa kafla og það sem ég hef farið yfir hér ekki tæmandi listi yfir það sem mér þykir merkilegast, alls ekki, það hefur verið og við munum öll svona tæpa sennilega á öllum þeim atriðum sem hér hafa, sem í málefnasáttmálanum standa, en mig langar bara að lokum til þess að þakka félögum mínum í meirihlutanum fyrir þá vinnu sem við höfum þegar átt frá kosningum og það að hafa komið saman þessum góða málefnasáttmála afrek út af fyrir sig. Nú ætla ég bara að hvetja okkur til dáða að fylgja honum og vonast til þess að eiga, eins og borgarstjóri sagði í sinni ræðu, gott samstarf við borgarfulltrúa minnihlutans, við embættismenn og starfsfólk borgarinnar og ekki síst borgarbúa sjálfa við að innleiða þau verkefni sem hér kveðið á Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góði borgarfulltrúar, gott að sjá ykkur öll saman hér að nýju eftir sumarfrí borgarstjórnar. Hér á dagskrá umræða samstarfsáttmála nýs meirihluta og mig langar til þess að fara nokkrum orðum sáttmálan. Hann auðvitað eins og kannski vænta mátti nokkuð almennt orðaður í mörgum tilvikum og kannski ekki alltaf hægt að átta sig á því hvað stendur til. Það mun kannski koma fram þá betur hérna í umræðunum á eftir. Það sem að mér fannst vera stóru tíðindin í niðurstöðu kosningana í vor var auðvitað það að meirihlutin féll. Það voru kannski stærstu tíðindin. Og það voru svona skilaboðin sem að kjósendur sendu þrátt fyrir að talið hefði verið að það hefði verið vinsæll meirihluti, þá féll hann engu að síður.
og það komið nýr meirihluti 4 flokka af 6 flokkum í borgarstjórn. Og við stöndum hérna í þeim sporum að velta fyrir okkur hvernig meirihluti verður þetta. Verður þetta meirihluti sem að mun verða með mikla og öfluga rekstraráherslu? Verður þetta meirihluti sem að mun koma með nýjungar í rekstri, til dæmis aukin útboð? Mun hann fela einkaaðilum í nafni betri þjónustu og aukinna hagræðingar að taka þessi verkefni sem að borgin að sinna sjálf í dag og ætti ekkert að þurfa að vera að sinna? Það að nóg að taka í því, til dæmis varðandi hreinsun, snjómokstur, slátt og fleira sem að í ríkara mæli auðvitað hægt að sinna af einkafyrirtækjum til þess að auka bæði skilvirkni og hagkvæmni. Nei, það ólíklegt þegar maður rennir yfir samstarfssáttmálann að þessi meirihluti muni gera það. Enda ákvæði á borð við þetta í samningnum, eða sáttmálanum, með leyfi forseta. Á kjörtímabilinu verður meginreglan sú að borgin sér rekstur leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu. Samstarf við grasrótar og hagsmunasamtök verði skoðað, komi slíkar hugmyndir upp sem og einkarekstur án arðsemissjónarmiða og aukinnar gjaldtöku. Tilvitnun lýkur. Ég tel auðvitað að við eigum alltaf að sporna við aukinni gjaldtöku, en að gefa sér það fyrirfram meginreglan sé sú að borgin eigi að sjá allt auðvitað ekki heppilegt, vegna þess að við þurfum að stokka upp kerfið. Og það vill nú svo til að settur var upp svo kallaður samráðsvettvangur aukna hagsæld á Íslandi eftir að McKinsey fyrirtæki skilaði af sér skýrslu hér. Og hvert meginstefið í því? Meginstefið í því það að ef við ætlum að auka hagsæld á Íslandi sem einhverju nemur, að þá kemst þetta fyrirtæki McKinsey að þeirri niðurstöðu í sinni skýrslu og samráðsvettvangurinn sem að settur saman úr öllum hornum samfélagsins sammála því að það þarf að minnka kerfið. Það þarf að minnka hið opinbera kerfi. Og það verður að gerast í áföngum á mörgum árum. Þannig við erum ekki að byrja á því hér með þessum samstarfssáttmála. Ég tel að það séu líka góðir hlutir auðvitað í þessu, eins og hér talað það að finna og þróa leiðir til að opna stjórnkerfi og bókhald borgarinnar. Það gott mál og Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt fram tillögur það, ítrekað hér, og við höfum stundum talað nóturnar á netið, að bókhald borgarinnar verði opnað. Og vonandi verður unnið að því núna af krafti. Svo talað líka að unnið verði samþykkt verkaskiptingu kjörinna fulltrúa og embættismanna. Og ég hef einmitt lesið skýrslu úttektarnefndar á stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar, þannig að ég tel að þetta ákvæði sé mjög mikilvægt að það verði tekið á því vegna þess að töluvert gagnrýni á stjórnsýslu Reykjavíkurborgar í þessari skýrslu úttektarnefndarinnar og það sem að meðal annars talað það að skilin á milli framkvæmdar valdsins sem getur orðað sem svo og kjörinna fulltrúa séu óljós hjá Reykjavíkurborg. Og á því þarf að taka. Nú svo ég komi hér inn á húsnæðismálin, að þá talað það að borgin beiti sig fyrir því að 2500 til 3000 leigu- og búseturéttaríbúðir fari í uppbyggingu í Reykjavík á næstu 3 til 5 árum. Maður sér fyrir sér að ef þetta svona víðtækt að borgin ætli að fara í uppbyggingu á öllum þessum íbúðum, að þarna sé borgin komin inn á samkeppnissvið. En á sama tíma stöndum við frammi fyrir því, og ég kynnti mér það í gær síðast, að það vantar að minnstakosti 500 íbúðir, bara leiguíbúðir, félagslega leiguíbúðir inn í kerfið og það ekkert að gerast í beiðnum til Íbúðalánasjóðs. Ég spurðist fyrir það í gær. Ég spurðist fyrir það þeim megin. Þannig að Íbúðalánasjóður hefur nánast engar beiðnir fengið félagslega leiguíbúðir, kaup á þeim eða byggingar. Þannig að það þarf virkilega að taka á málum í því, en það þarf að gæta þess og við munum standa vörð það, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn, að borgin fari ekki í uppbyggingu á íbúðum í samkeppni við einkamarkaðinn, fari ekki að setja fjármagn í eitthvað sem algjör óþarfi og einkamarkaðurinn getur sinnt frá A til Ö.
en á sama tíma sé borgin ekki að sinna því sem að kalla þær félagslegar leiguíbúðir og vantar vissulega þar sem fólk býður og hefur verið á biðlistum í nokkur ár jafnvel. Varðandi skóla- og frístundamálin að þá skal tekið undir það að það þarf að vinna því að gera kennarastarfi eftirsóknarverðara og ég bind mikla vonir við það að nýjir samningar leiði til þess og nú reynir á eftir áramót hvernig atkvæðagreiðslur fara hjá kennurum en það mjög mikilvægt að vel takist til þeim megin líka því að það virðist vera almennt vilji hjá sveitarfélögum að gera betur í þessum málum. Og við þurfum svo sannarlega að gera betur og við ættum auðvitað að gera meira í því að blanda og vera með fjölbreyttara skólastarf og hleypa einkaaðilum meira inn í rekstur skólana. En samstarfsáttmálinn útilokar það í rauninni. Talað að vinna að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla og viðræður verið teknar upp við ríkisstjórn og Alþingi að ná því markmiði. Það nú eiginlega alveg pottþétt að með slíku ákvæði að þá mun náttúrulega ekkert gerast í því á þessu kjörtímabili, mjög ólíklegt. Við vorum með tillögur það hjá Sjálfstæðisflokknum sem við erum tilbúin til þess að deila með meirihlutanum það að brúa þetta bil með einfaldari og ódýrari aðferðum. Og svo ætla ég að koma hér aðeins að rekstri borgarinnar. Í plagginu þá finn ég aðeins á einum stað talað borgarsjóð og það undir ákvörðunum varðandi gjaldskrár og hversu mikið fjármagn verður sett aukalega í leikskóla, systkinaafslætti og frístundakort. Stemt að þær ákvarðanir munu taka frekari mið af stöðu borgarsjóðs. Ég finn ekki rekstur annars staðar í þessu plaggi. Og hér var talað sérhæfingu áðan að hálfu fulltrúa Pírata og Vinstri grænna, sérhæfingu í stjórnmálum og að það væri sérhæfing, fólk með sérhæfingu hefði raðað saman meirihlutanum og ég efast ekki það að fólk býr yfir mikilli sérhæfingu að hæfileika fólk á ýmsum sviðum. En það vantar þá algjörlega sérhæfingun rekstur. Það ekkert talað rekstur þarna að öðru leyti. Sem auðvitað algjört lykilatriði til þess að geta gert það sem við viljum gera. Því að eins og ég sagði áðan, markmiðið og mikilvægt markmiðið og allir virðast vera sammála það á samráðsvettvangnum sem ég nefndi áðan að minnka kerfið til þess að auka hagsæld í þessu samfélagi. Í umhverfis- og skipulagsmálum að þá talað eitt og annað og meðal annars hjólaleigukerfi sem var í borgarráði daginn. Við munum auðvitað aldrei styðja það að það verið sett upp eitthvað borgarreiki hjólaleigukerfi enda stendur það ekkert endilega til. Þetta auðvitað hægt að leysa með útboðum og einkamarkaðurinn á að geta komið þessu á þá að borgin komið að einhverju skipulagi. Og þannig talaði BSI sem samgöngumiðstöð. Við höfum ítrekað hjá Sjálfstæðisflokknum talað það að þyrfti betri úttektir heldur en hafa verið framkvæmdar vegna þess að við höfum fengið mjög margar ábendingar það frá fagaðilum, ekki bara innlendum heldur erlendum líka, að BSI sé og vestarlega í borginni fyrir svona samgöngumiðstöð og þetta verður að vera austar. En meirihlutin felldi tillögur þetta og þannig að það bara í vinnslu sem BSI hjá meirihlutunum þó að við höfum viljað sjá betri úttekt á þessu. Nú, það talað mikið og það hitt besta mál, talað gagnsæi, lýðræði og að íbúar komi meira að ákvarðanatöku og það verið hlusta meira á íbúana og Píratar eru með sérstaka áherslu á þetta og munum væntanlega fylgja því vel eftir, ég trúi því. Og það nefnt hérna í umhverfis- og skipulagsmálum talað orkuveituna og ég velti því fyrir mér hvort að það verði ekki bara eitt af fyrstu verkefnum Pírata í meirihlutanum að beita sér fyrir því að leynd af framleiðslutölum orkuveitunar verði aflétt í þágu gagnsæis og upplýsingagjafar. Við erum ekki að tala samninga við þá sem að kaupa orku, við erum að tala framleiðslutölur, hversu mikið verið að framleiða af orku. Þannig að ég trúi því að það verði áherslumál Pírata sem eru með mjög góða stefnu í þessu og mér fannst svona
þegar ég var að kynna með þeirra stefnu í vor að vera svona kannski meira frjálslyndur flokkur heldur en aðrir, en nú það spurningin hvernig Píratar munu fungera sem sá frjálslyndur flokkur sem að ég taldi eða hef talið að sé í meirihluta. Og það ekki orð flugvöllin í samstarfssáttmálanum. Samt þetta risavaxið mál bæði fyrir borgina og landi allt. Þetta snýr að almenningssamgöngum á landsvísu, þetta snýr að sjúkraflugi, þetta snýr að varaflugvelli fyrir Keflavík, þetta snýr að kennsluflugi, þetta snýr að millilandaflugi upp á ákveðnu marki og því sem allt og sjaldan rætt. Og það mikilvægi þess að vera með flugvöll út frá almannavarnahlutverkinu. Í Kastljósi í gærkvöldi þá var rætt neyðaráætlanir vegna eldgosa og náttúruhamfara. Og þar var meðal annars komið upp í þeirri umræðu að það væri alveg mögulegt að Reykjavík yrði algjörlega lokuð af. Það væri engin leið á landi til og frá Reykjavík nema á sjó eða í flugi. Og það væri nú ansi dapurt við slíkar aðstöður sem að maður vonar auðvitað að verði aldrei að geta ekki mynda loftbrú til og frá Reykjavík. Það gerum við ekki án flugvallar. Og ég vona aftur að Píratar beiti sér í þessu máli vegna þess að í kosningabaráttunni þá lögðu Píratar mikla áherslu á flugvallamálið og að hlusta á fólki í því og það kom auðvitað mjög viðamikill undirskriftalisti, einhvers á viðamesti í Íslandssögunni, varðandi það mál. Þannig að við þurfum að taka það mjög alvarlega og ég bind mikla vonir við það að það verði gert. Og svo fengum við þær fréttir í gær að borgarstjóri hefði undirritað samning varðandi lóðamál við Háskóla Íslands og þá undir mál fluggarðana og aftur ekki talað flugvöllin í meirihlutasamningnum. Píratar til dæmis fyrir kosningar veltu því fyrir sér hvort það væri hústökufólk í borgarstjóra út af fluggarðunum, skrifuðum það grein. Þannig að ég velti fyrir mér, búið að klára þessi mál innan meirihlutans varðandi fluggarðana? Það gengur auðvitað ekki, þó að það sé mikilvægt að háskólinn fái sína lóðir, þá gengur auðvitað ekki að fólki sé rutt í burtu án þess að einhvað komi í staðinn. Og fluggarðar, svo starfsemi sem að fer fram í fluggörðum, flugvélar og annað sem það geymt, viðhaldsstarfsemi og fleira auðvitað háð því að vera við flugvöll. Það ekki hægt að segja að slík starfsemi getur bara farið einhvað. Kæru ágætu borgarfulltrúar, ég segi eins og aðrir, ég hlakka til að vinna með ykkur hér á þessum vettvangi. Ég trúi því að við getum átt gott samstarf í mörgum málum, verið málefnaleg, við erum ekkert sammála í öllu og ég óska okkur að sjálfsögðu öllum velfarnaðar í okkar störfum því að það skiptir borgarbúa öllu máli að við stöndum okkur vel hér en séum ekkert alltaf sammála, það ekki hægt að reikna með því og vonandi munu þið sem að skipi þennan 4 flokka meirihluta taka vel í okkar tillögur hjá Sjálfstæðisflokknum þó að í einhverjum tilfellum skarist þar á við þetta, ég vil leyfa mig að segja ótrúlega forstokkaða ákvæði það að borgin eigi eiginlega að reka allt saman. Það auðvitað bara mjög úreltur hugsunarháttur í rekstri sveitarfélags. Þannig kæru borgarfulltrúar, ég þakka fyrir mig að sinni. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Forseti, borgarstjóri og góðir borgarfulltrúar. Já, það gleðilegt að lesa í gegnum samstarfssáttmálann að mörgu leyti. Það sem að áherslunum var raðað nokkurn veginn eins og hefur komið hérna fram, þar sem kom fyrst skiptir mestu máli, sem stjórnkerfi og lýðræði.
Það er sérstaklega gleðilegt að það sé aukið lýðræði, gegnsæi og aukið íbúalýðræði sem verði eitt af meginverkefni kjörtímabilsins. Ég held nefnilega að meirihlutinn hafi áttað sig á því eftir starf síðastliðin ára að það væri mjög mikil þörf á því. Að það þýðir ekki lengur að stjórna bara í þögn. En þarf þetta embætti? Ég spyr. Ég held að þetta sé allt spurningum ákvörðun. Þetta er ákvörðun sem á að framfylgja. Þetta er ákvörðun sem á að fara þvert yfir allar núverandi nefndir sem starfa hjá borginni og sá kostnaðarauki sem fylgir þessu, ég að minnsta kosti og við í Framsókn og flugvöllunum ekki sammála honum. En ég ætla nú ekki bara að tala nefndarást meirihlutans og hans sókn í titlatóg. Heldur ætla ég að fara yfir þetta markmið sem að sett á blaðsíðu 3. Markmið að auka traust og bæta upplýsingamiðlun og hvetja til lýðræðislegrar þátttöku. Þetta verður mjög erfitt. Ég get ekki séð hvernig núverandi meirihluti og borgarstjóri ætla að fara að því að fara að auka traust með því að setja stopp eitthvað svona embætti þegar þeir hafa haft virta vettugi vilja 70.000 undirskriftir veru flugvallarins áfram í Vatnsmýrinni og þar af 20.000 Reykvíkinga. Þetta hljómar svolítið eins og þetta sé bara dautt í fæðingu. En það sem þó skemmtilegt hérna inn líka, af því þetta allt svo skemmtilegt, að það að unnin verði samþykkt verkaskiptingu kjörinna fulltrúa embættismanna, hlutverk hvers og eins í þátttökulýðræði verði einnig skilgreint. Þátttökulýðræði. Það hvarflaði að mig þegar ég las þennan sáttmála að meirihluti myndi gefa út bara orðabók með. Lýðræði byggist náttúrulega á því að fólk taki þátt. Þannig að lýðræði án þátttöku ekkert lýðræði. Til þess að bæta upplýsingamiðlun sem á að vera eitt af þessum aðalmarkmiðum og ég bind miklar vonir við af því að ég veit náttúrulega alveg að þetta fer allt saman í gegn og þetta fína embætti með þessum flottu titlum verður stofnað. Það að upplýsingamiðlun verður sem best. Til þess að upplýsingamiðlun eigi sér stað, þá þarf að leita upplýsinga. Á borgarstjórnarfundi núna 16. júní var tekin ákvörðun þar sem var ákveðið að horfa fram með því að það lágu ekki fyrir nein rannsóknargögn vatnsbúskap í Vatnsmýrinni til grundvallar ákvörðunni. Það lágu ekki út fyrir endurútreikningur á áhættumati Isavia í tengslu við flugvöllinn. Það lágu ekki fyrir nein mengunarskýrsla. Þannig að kannski varðandi þessa upplýsingamiðlun, þá ætla ég að vona að það verði ekki þannig að niðurstaðan verði svo að það verði bara engar upplýsingar og það er best að taka ákvarðanir þannig. Þannig að rannsóknarregla stjórnsýslulaganna og þær siðareglur sem við höfum skrifað undir verði brotnar. En það eru nokkrir hlutir sem ég sakna mjög að sjá ekki í þessum samstarfssáttmála og það sérstaklega hvernig stjórn Reykjavíkurborgar ætlar að sinna hlutverki sínu og skyldum gagnvart öldruðum. Það eru 2 setningar sem má tengja við aldraða undir velferðarlistanum. Og öldungaráð eitt af því sem verður áhugavert að sjá hvað hlutverk það kemur til með að hafa og hitt varðandi eflingu heimaþjónustu. En eldri borgarar eru og sístækkandi hópur Reykvíkinga og við getum ekki horft fram hjá þessum hópi þegar verið að setja fram samstarfssáttmála. Annars setja fram að tungumáli sem illa skiljanlegur fyrir fólk sem eldri en 60. Og einnig sakna þess mjög að sjá enga viljayfirlýsingu eða afstöðu það hvernig Reykjavík ætli að sinna hlutverki sínu sem höfuðborg. Og þar fer ég náttúrulega sérstaklega og hef þar sérstaklega í huga áframhaldandi veru flugvallarins í Reykjavík
þar sem við höfum hérna í Reykjavík flestar stjórnsýslustofnanir landsins, dómstóla, Hæstarétt, ráðuneytin og annað það sem að fólk utan að landi þarf að sækja þjónustu sína til. En það eru aðrir hlutir sem að mér finnst við í Framsókn og flugvallarvinnum lögðum áherslu á 3 mál fyrir kosningarnar. Það var áframhaldandi vera flugvallarins í Vatnsmýrinni, það voru skólamál og það voru húsnæðismál. Og ég get ekki farið hér niður úr pontu án þess að fá að ræða örlítið skóla- og frístundamála-kaflann í samstarfssáttmálanum. Sá liður samstarfssáttmála meirihlutans sem snýr að skóla- og frístundamálum er frekar daufur, því það er talað svo almennt hverju skuli stefnt að. Eins og hefur komið inn á hérna hjá öðrum borgarfulltrúum að þá getur það víst talist kostur að hafa stefnuskrána svona vel opna, því þá er auðveldara að tengja við hana ýmis áræðandi mál eftir því sem þurfa þykir þrá líður. Og vissulega eru þarna nokkrar ágætis áherslur. En það segir, við viljum virkja styrkleika allra barna og ungmenna og tryggja þeim líði vel og kveikja áhuga þeirra og ýta undir sköpun og frumkvæði. Til þess að auka líkurnar á því að börnunum okkar líði vel í skólanum og þau hafa áhuga á náminu og vegni vel og nái þeim árangri sem við erum að tala þá þarf að auka færni þeirra í lestri. Við erum með falleinkunn úr PISA-könnun nánast það hvernig lestrar hæfnin er. Lesturinn er lykil bæði að bóklegu og verklegu námi og styrkir skapandi hugsun og frumkvæði og því þarf að auka til muna áherslur og almenna lestur unglinga ekki síður en yngri nemenda og þjálfa þá í lestri og hreinlega kenna þeim að læra. Í samstarfssáttmálanum segir, við viljum að börn og ungmenni hafi meiri áhrif á það sem þau læra og markmið skóla verði að öll börn stundi námi sitt hæfi í samræmi við þroska, áhuga og færni. Þetta er fallega orðað, en miðað við það fjármagn sem veitt til skólan í dag, þá þarf mikið að breytast til að þetta nái fram að ganga. Það er einnig leitt að sjá að hvergi er talað ítrekað ábyrgð foreldra á námi barna sinna. Og bæði hvað varðar að fylgjast með framvindu náms barnsins síns sjálfs og ábyrgð foreldra á skólasókn barna sinna. Það var einn punktur sem að ég tel að þurfi að nefna og það tengist nú þeirri umræðu sem að Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson kom hérna áðan með rekstrarþættina. Það er mjög illskiljanlegt að segja varðandi rekstur sem þarf að stokka upp og það þarf að veita aðhald og við þurfum að gera það. Að samstarfi grasrótar og hagsmunasamtök verði skoðuð komi slíkar hugmyndir upp sem og einkarekstur án arðsemi sjónarmiða. Einkarekstur án arðsemi sjónarmiða er ekki til. Meira að segja hjallastefnan skilar hagnaði. En ég hlakka til vetrarins með ykkur og ég viss það að við eigum eftir að eiga mjög málefnalegar umræður og vona að við hlustum hvert á annað í framhaldinu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Enginn gerir svo öllum líki, ekki Guð í himnaríki. Þetta máltæki lærði ég af gamalli prófastsfrú í Borgarfirði núna í sumar og finnst mér vera ágætt vegna þess að við eigum ekki að ætla okkur það að gera allt fyrir alla eins og við stundum viljum vera láta. En við hins vegar er það svona pólitískt verkefni okkar að skapa samfélag sem mætir þörfum fólks eins mögulegt og það er á sanngjarnan hátt. Við getum svo tekist á það pólitískt hverjar eru þarfirnar, hvað eru gerviþarfir eða óskir og hvað er lífsnauðsynlegt og hvað er sanngjarnt, bæði þá út frá einstaklingum og síðan út frá skattgreiðendum. Það er strax komið fram hér í umræðunni að
við höfum kannski mismunandi sýn á það að það megi ekki bara líta á hvað sanngjarnt út frá hverjum og einum, heldur verði líka að líta á það hvað sanngjarnt gagnvart þeim sem að greiða fyrir þjónustuna og mjög eðlilegt að líta til beggja þátta í því samhengi. En mér finnst þetta máltæki svo gott sem að ég heyrði, enginn gerir svo öllum líki, ekki Guð í himnaríki, vegna þess að mér finnst við stundum eiga og erfitt með að segja nei við margskyns kröfum í samfélaginu. En ég held að það sé kannski eitt af þeim verkefnum sem við verðum að læra tileinka okkur og að segja bara nei við einhverjum ákveðnum þörfum vegna þess að við höfum ekki efni á því að mæta þeim öllum. Það sem að mér finnst vera stóru málin núna eru velferðarmálin sem að margir borgarbúar, ég hef verið að rýna í Capacent þjónustukönnun frá síðasta ári, ekki bara núna heldur gerði ég það líka þá, sem að sýnir að borgarbúar eru ekki nógu sáttir við þá þjónustu sem við veitum fötluðu fólki, né þeim sem við veitum öldruðu fólki. Borgarbúar eru talsvert minna ánægðir með okkar þjónustu en annarra sveitarfélaga í þessum tveimur málaflokkum. Þannig að alveg það er ljóst að við þurfum að breyta þjónustuna á einhvern hátt. Við erum samt að leggja meira fjármagn hlutfallslega til þessa málaflokks en önnur sveitarfélög, þannig að ánægja og fjármagn fer ekki bara saman. Heldur þurfum við kannski að veita þjónustuna í öðru formi eða kannski vantar okkur bara svona að efla upplýsingagjöfina hvað það sem í boði, hvað það sem við erum að gera. Kannski þurfum að tala meira við borgarbúa, þannig að þeir heyri það millilega laust hvernig við sjáum fyrir okkur að við mætum þeirra þörfum og þarna eru til dæmis tveir hópar fólks sem að hafa mjög margvíslegar þarfir, sem sagt aldraðir og fatlað fólk og við erum ekki að standa okkur nægilega vel gagnvart þeim og mér finnst það vera verkefni. Borgarfulltrúi Sveinbjörg, hún talaði áðan að það væru 2 setningar í málefnum eða varða aldraða í málefnasamningum og þá taldi hún ekki með að við vildum fjölga hjúkrunarrýmum í samstarfi við ríkið. Það hins vegar mjög stórt mál sem við höfum lagt mikla áherslu á undanförnum árum án þess að ná árangri í samningnum við ríkið. Við reyndar náðum fínni viljayfirlýsingu vorið 2013 við þáverandi velferðarráðherra sem ekkert hefur verið framfylgt og erum að ásamt öllum sjálfseignarfélögunum sem reka hjúkrunarheimili í viðræðum við ríkið það því að það þarf að fjölga hjúkrunarrýmum talsvert nokkur hundruð á næstu árum bara til að mæta til þess að vera með sama þjónustustig og við erum með í dag sem alls ekki of hátt. Mjög mörgum finnst það skrítið hvernig hjúkrunarheimilin hafa breyst svona í líknardeildir, svona smá saman án þess að það hafi verið tekin pólitísk ákvörðun það að hjúkrunarheimili séu einungis fyrir aldrað fólk bara á allra síðasta æviskeiðinu. Þegar fólk orðið svo umönnunarþungt að það getur lítið verið virt. En svoleiðis það að þannig breytist bara svona þjónustustigið án þess að einhver taki beint að pólitíska ákvörðun, hvorki hjá ríki né sveitarfélögum. Þannig að það hefur verið sparað mjög mikið í þessu kerfi. En ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að Sveinbjörg vakti máls á málefnum aldraðra í sinni framsögu. En þar alveg klárt að við þurfum að gera betur, ekki bara í hjúkrunarrýmum heldur í þjónustu heim til fólks og í þjónustu utan heimilis. Ég veit að það gríðarlega mikil ánægja með alla leikfimina, vatnsleikfimina sem í öllum sundlaugum borgarinnar. En fólk kannski ekki að hugsa vatnsleikfimina þegar það svarar í þjónustukönnun að því líki illa eða ekki vel þjónusta borgarinnar í þágu aldraðra.
En þetta samt þjónusta í þágu eldri borgara en einhvern veginn tikkar ekki það box í svona könnunum. Þannig ég held að það sé svo hollt fyrir okkur að skoða betur hvað það sem fólk ekki sátt við og hvað það sem fólk sátt við. Og ég veit að fólk sátt við vatnsleikfimina og hún virkilega eflir heilsu og kannski lífsþrek fólks, þannig að það þarf seinna á síðan umönnunarþjónustu að halda. Annað sem ég langa aðeins til þess að nefna, fyrst að ég sagði orðið umönnunarþjónusta, að þá heimaþjónustan okkar að breytast svo mikið úr því að vera þrifaþjónusta. 75% fólks sem fékk heimaþjónustu fyrir örfáum árum var einungis með þrifaþjónustu. Það að segja, sem sagt, fékk ekki svona persónulega aðhlynningu leið. Ég veit ekki nákvæmlega hver prósentutalan núna en það hefur breyst gríðarlega hratt á sama tíma og legudögum á Landspítalanum fækkar. Á undanförnum 6 árum hefur legudögum fækkað 3 að meðaltali og það ekkert lítið. En þessir 3 dagar eru núna bara komnir inn á umönnunarsvið sveitarfélagsins án þess að við höfum fengið aukna tekjustofna til þess að mæta því og þess vegna núna verið að forgangsraða í heimaþjónustunni bara í persónulega aðhlynningu og á kostnað þrifana sem einmitt flest aldrað fólk vill fá. Það vill fá aðstoð við þrif en við erum alltaf að forgangsraða í persónulegu aðhlynninguna því að hún ofar í forgangsröðuninni í hinu daglega lífi. En þrifin, kannski það bara eins og við þekkjum sjálf í okkar eigin lífi að það lætur oft undan þvottakarfan þegar það eitthvað meira merkilegt á döfinni. En húsnæðismálin finnst mér vera samt mál málanna og það sérstaklega alvarleg staða leigjenda, bæði á almennum markaði og þeirra sem að borga allt of hátt hlutfall sinna takmörkuðu tekna í húsnæði þó það sé í eigu okkar eða félagsbústaða. Húsnæðið hefur hækkað svo mikið og það eru svo margir hverja íbúð vegna þess að fólk fær ekki greiðslumat til þess að geta keypt eða tekið lán og keypt sér húsnæði. Fólk sem áður gat það fær ekki núna greiðslumat og lán til kaupa og fer þess vegna út á leigumarkaðinn og það fólk sem áður keypti, það alltaf á undan í forgangsstöðuninni hjá leigusalanum sem hefur kannski úr mjög mörgum að velja og velur þá alltaf þá sem með betri greiðslubyrði en sá sem að hefur lægstu tekjurnar eða á framfæri sveitarfélagsins eða bara með lífeyrisgreiðslur frá almannatryggingum. Þannig að hópurinn sem hefur lægstu tekjurnar eða markaður af sjúkdómum eða erfiðum félagslegum aðstæðum, hann bara einhvern veginn orðinn úti og hefur engar bjargir í samfélaginu. Og þetta það sem við erum að vinna að og ég sit í stýrihópi húsnæðismála og það eru stór hópur embættismanna virkilega að vinna nótt og daga því að reyna að flýta fyrir húsnæðisuppbyggingu sem gæti henta þessum hópi. En þetta tekur tíma og lengri tíma en þolinmæði fólks Þannig að það mikil óþolinmæði í samfélaginu og ég held að við bara eftir að horfa upp á aukna óþolinmæði hjá þessum hópi sem fær bara nei endalaust við leiguhúsnæði og við í áfrýjunarnefnd velferðarráðs við finnum fyrir því þegar það leitar til okkar fólk sem bara á fullum vinnumarkaði og hefur aldrei leitað til sveitarfélagsins. Það óska eftir aðstoð með fyrirframgreiðslu húsaleigu vegna þess að bankarnir hafa bara sagt nei við því. Á sama tíma og fólk sem á einhvern sparnað býður alltaf leigusölunum bara, ekki bara 3 mánuði fyrirframgreiðslu heldur 6 mánuði og kemst alltaf fram fyrir hópinn sem með lægstu tekjurnar. Það það sem svo alvarlegt. Og núna sér maður líka bara auglýsingar í leiguíbúðir, það bara tilboð óskast. Ég meina, leigusalar bara fara það að reyna að græða sem mest á sinni eign og líta ekki til stöðunar sem í samfélaginu. Þannig að ég held að þetta sé svolítið að
ég ekki að segja að þetta springi framan í okkur, ég meina þetta búið að vera framan í okkur núna í nokkur misseri og það erfitt að vera í svona stóru skipi sem að getur ekki einhvern veginn sveikt sig betur af þörfum fólksins. En ég held að við eigum að vera svolítið samstíga. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, sagði áðan að við ættum ekki að fara út á markaðinn í húsnæðismálum. Markaðurinn hins vegar alltaf að mæta minna og minna þörfum stærri hóps og þetta ekki spurningin hvað við viljum. Við verðum sem samfélag að bjóða fólki möguleika á að búa hjá okkur í þessu samfélagi. Við getum ekki verið bara hvaða orð getum að nota yfir svona selektíft samfélag sem bara velur eitthvað fólk til búsetu hér í Reykjavík. Okkur ber að taka við fólki sem hér vill búa og það engin markaður fyrir stóran hóp fólks og þess vegna ber okkur að mæta honum, við sem sveitarfélag. Og það stóra verkefnið okkar. Og vegna þess að þarfirnar eru brýnar og miklar þá verðum við líka að forgangsraða hjá okkur sjálfum og læra að segja nei. Ég held að það sé mikilvægast að stjórnmálamenn gera, það að segja nei. Því ef maður segir já, því að þá fer maður að vera spilltur og reyna að finna leiðir til þess að uppfylla jáinn sem maður hefur lofað. Þannig að við skulum vera duglega að segja nei og forgangsraða stíft þannig að við mætum þörfum þeirra sem eru mestri þörf og þá held ég að við byggjum sanngjarnt og gott samfélag. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu. Forseti verður að minna borgarfulltrúa á að eiginlega þrennt, að ávarpa forseta og borgarfulltrúa í upphafi ræðu, að ávarpa borgarfulltrúa með fullu nafni og starfstitli og að óska leyfis forseta áður en að vitnaðir í ritað mál. En næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ágæt umræða hér málefnaskrá meirihlutans sem að vissulega nokkuð opin og kannski ekki margt bitastætt sem að hægt að hanga á en engu að síður ákveðnar svona almennar yfirlýsingar og yfirlýsingar sem ég held að við öll getum meira og minna tekið undir. Þetta ætlum við að reyna að vinna gagn í þágu borgarinnar og borgarbúa á þessu komandi kjörtímabili og ég held að öll óskum við þess að við gerum það sem mest í samvinnu og samráði og að við náum sem mest sátt þau mál sem við erum að fara með hérna gegnum borgina. Því miður það nú svo að það helst ef það mikil ósætti hér í borgarstjórn að við náum eyrum fjölmiðla og borgarbúa þá með þeim hætti en minna að tala það sem að við getum verið algjörlega sammála Auðvitað get ég verið sammála æðimargt í þessum sáttmála en kýs auðvitað eins og hérna ég veit að allir skilja frekar að fylgjast með því hvernig honum verður framfylgt og hvernig verkin verði látin tala heldur en það ég ætla að fara að toga og teygja einhverjar setningar sem að hérna hafa verið settar á blað. Nokkuð hefur verið minnst hérna á af öðrum sem að hér hafa talað áður á þá setningu sem að í stjórnkerfis- og lýðræðiskaflanum það sem stendur með leyfi forseta samstarfi grasrótar hagsmunasamtök verið skoðað komi slíkar hugmyndir upp sem og einkarekstur án arðsemi sjónarmiða og aukinnar gjaldtöku. Og ég gæti náttúrulega farið að verða ansi æstur yfir þessu og talið þetta að vera hið versta mál sem auðvitað ég tel. En ég verð þó að líta til þess að bara á þessum stutta tíma sem þessi meirihluti hefur verið starfandi þá hefur hann fengið til umfjöllunar umsókn Reykjavík International School eða alþjóðaskólanum í Reykjavík og afgreitt það mjög vel. Hefur unnið bara vel og hratt að því máli inn á skóla- og frístundasviði var þessu vel tekið, það var leitað ráða til þess að koma skólanum fyrir í húsnæði innan borgarkerfisins og lendingin var að skólinn hóf störf sín í Hamraskóla og það auðvitað bara ánægja efni sem að ég held að allir hafi stutt. En svo komaðu þetta önnur mál sem að maður velti fyrir sig hvort að séu svona eins skemmtilegt til umfjöllunar hér í dag á þessari friðari stundu sem við eigum hér í þessum sal og það til dæmis að við vorum að fjalla umhverfis- og skipulagsráði borgarstjórn 28.
og þar fluttum við, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, tillögu það að haldinn yrði samráðs- og upplýsingafundur fyrir þá fjölmörgu sem gerðu athugasemdir við þetta skipulag. Þrátt fyrir svona þessar fögru yfirlýsingar sem að hér koma fram í þessu plaggi sem að hér til umræðu, sem að heitir svo gott sem samstarfssáttmáli við myndun meirihluta borgarstjórnar Reykjavíkur, varð meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs ekki við þessari tillögu okkar og felld hana kannski pennt. Hún var síðan endurflutt hér í borgarráði og hefur ekki hlotið afgreiðslu síðan. Og maður spyr sig, af hverju í ósköpunum? Af hverju í ósköpunum ekki haldinn samráðs- og upplýsingafundur með íbúum? Það er tími til þess, það er ástæða til þess. Þarna höfðu fjölmargir skilið inn athugasemdum sem voru bersýnilega eitthvað annað heldur en samansafn nafna á Facebook. Þetta voru athugasemdir sem voru mjög vel hugsaðar. Það voru rökstuddar og rökstuddar fólki sem bersýnilega þekkti eitthvað svolítið til skipulagsmála og mér fannst það auðvitað alveg sjálfsagt. Þannig að ég vil þá, hvernig sem þetta mál fer, og auðvitað vona ég það að þetta mál fari vel það er að segja fyrir hönd þeirra sem að þarna búa og hafa gert athugasemdir, en ég vil skoða fyrst og fremst verk þessa meirihluta með tilliti til hans gerða en ekki með tilliti til þessara ágætu setninga sem hér að finna undir stjórnkerfis og lýðræði. Þannig að dagskylda kveldi lofa í þessu og við skulum bíða og sjá. Það auðvitað hrópar á mann hérna þegar maður les þennan samstarfssáttmála, það tvennt, að við myndum þessa meirihluta, 4 flokka meirihluta og á síðasta kjörtímabili voru þetta 2 flokkar en nú eru orðnir 4, að þá þurfti að taka tillit til bersýnilega þeirra flokka sem bættust inn í vinahópinn til þess að hér væri starfandi meirihluti. Og við sjáum það hér. Við sjáum það að þá fara að setja á stofn stjórnkerfis- og lýðræðisráð og við munum fjalla það á eftir og ég ætla ekki að fara að fjölyrða mikið það hér og nú en ég ætla að gera það á eftir og tala það og hér verður sett á stofn embætti erindreka, gagnsæis og samráðs og eins og borgarfulltrúar við það þá höfum við, og það er auðvitað opinbert, að við höfum óskað eftir því að fá upplýsingar það hvað þetta kemur til með að kosta. Hvað kostar nýtt ráð sem að mun hafa starfsfólk og eitthvað svona umleikis og eitthvað húsnæði og eitthvað tækjabúnað og svo framvegis og því hefur ekki verið svarað. Og því var ekki svarað í borgarráði heldur eins og menn sjá á fundargerðum var þeim lið frestað og ég skal svona segja bara tölu hér út í loftið og þó ekki alveg út í loftið. Ég reikna með því að þetta ráð, þessi vegferð, muni kosta borgarbúa 150 til 200 milljónir á þessu kjörtímabili. 150 til 200 milljónir. Svo skal ég bíða eftir því að fá svar við þessari fyrirspurn okkar og auðvitað leggja líka mælistokkin á þetta sjálfur og fara yfir það hvað þetta kemur til með að kosta. Auðvitað get ég ekki neitað því að þetta hefur á sér allt yfirbragð þess að verið sé að finna stöðu og stað fyrir nýjan mann sem kemur inn í þennan meirihluta, nýjan flokk sem að kemur með honum og svo náttúrulega það hitt sem að hér undir bætt kjör barna fjölskylda þar sem að stendur hér með leyfi forseta gjaldskrár verið samræmdar einfaldar á árinu 2015 verður fjármagn til skóla- og frístundasviðs aukið 100 milljónir króna og árið 2016 verður sett á 200 milljónir króna til viðbótar lækkunar á námsgjöldum leikskólum og þetta kemur auðvitað frá Vinstri grænum og hluti af þeirra kosningabaráttu eins og menn þekkja. En hver hefur farið yfir það hvort Reykjavíkurborg á efni þessu? Hefur einhver skoðað það með hvaða hætti unnið verði úr þessu í Reykjavíkurborg? Lá svona mikið á að áður en menn gátu sest niður og fengið sér kaffibolli hérna út í Lækjargötu að þá verði menn að ákveða það 300 milljónir. Góðan daginn, gjörðu svo vel. Vinstri grænir, komið hérna að vinni með okkur í fáið 300 milljónir. Ekkert mál. Svona geta menn auðvitað ekki haga sér. Bara benda þeim borgarfulltrúum, stjórnmálmönnum sem hér sitja, á það að borgarsjóður ekki þeirra einkaeign. Borgarsjóður ekki til að grauta og sulla í til þess að mynda nýjan meirihluta svo þeir geti haldið völdum. En það er akkúrat það sem þeir gerðu, ekkert annað. Bjuggu til nýtt ráð og settu 300 milljónir
til leikskóla, til SFS, til skóla- og frístundaráðs, til þess að geta myndað nýjan meirihluta. Ég ætla ekki að fara mikið meira yfir þetta þessu sinni vegna þess að ég ætla að koma að þessu á öðrum stöðum þar sem við erum að fjalla þessi mál. En ég hnaut þó það þegar að hér einn borgarfulltrúi stóð upp og fór að tala launamun, kynjabundinn launamun og því að menn munu beita sér fyrir því að útrýma kynbundnum launamun. Og eins og ég segi, það svo sem ekki langt liðið inn á þetta kjörtímabil og fátt sem við getum haft fyrir framan okkur. En þó, samkvæmt samþykkt Reykjavíkurborgar eru fasta nefndir í borgarkerfinu 14 talsins og þær skiptast í 5 flokka. Í fyrsta flokki eru umfangsmestu nefndirnar en þær eru borgarráð, skipulags- og umhverfisráð, skóla- og frístundaráð, stjórnkerfis- og lýðræðisráð, núna eftir breytingarnar í dag, og svo velferðarráð. Þetta eru gríðarlega mikilvægir málaflokkar sem taka til sín stærstan hluta af tekjum borgarinnar. Eiginlega má líkja starfsemi þessara nefnda og viðkomandi sviða við ráðuneyti að umfangi. Hæstu nefndarlaun eru greidd fyrir setu í þessum nefndum enda fundir gjarnan langir og undirbúningur talsverður. Formennska í nefnd í fyrsta flokki talin mikil ábyrgðar og valdastaða í borgarkerfinu og fá formenn tvöfalda þóknun eins og kveðið er á í samþykktunum. Athygli vekur að af 5 fastanefndum í fyrsta flokki hefur einungis 1 kona valist í forystu en það er formennska í velferðarráði. Ýmsir borgarfulltrúar meirihlutans hafa hrópað hátt þegar kemur að jafnrétti og þátttöku kvenna í stjórnmálum þegar kemur að því að láta verkin tala er rödd hrópandans þögnuð. Kynjahlutfallið við val formanna í mikilvægustu ráð borgarinnar virðist engu máli hafa skipt. Skilaboðin til kvenna eru óskemmtileg. Meirihlutaflokkarnir í borgarstjórn treysta þeim fyrir minni verkefnum og lægri launum. Ég boða bókun síðan frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins undir þessum lið. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði bara rétt aðeins að tæpa hérna á nokkrum helstu atriðum úr samstarfssáttmálanum, því sem að lýtur að umhverfis- og skipulagsmálum. Og þá er fyrst til að taka fyrstu setninguna sem að hljómar svo: nýtt aðalskipulag Reykjavíkur verður leiðarljós í skipulags- og umhverfismálum. Og það þarf ekki að taka fram að sú vinna við aðalskipulagið hefur verið löng og ströng, tekið í rauninni í heil 8 ár og eins og þeir vita sem hafa fylgst með þeir umræðu allri að þá er rauður þráður þar áherslan á aukin lífsgæði í hinu byggða umhverfi, áhersla á borgina sem almenningsrými, áhersla á borgina sem borg fyrir fólk, alls konar fólk. Það er áhersla mikil á umhverfismál og það er mjög mikil áhersla á betri nýtingu innviðanna, meiri skilvirkni, betri nýtingu lands og auðlinda. Það eru aðalskipulagið er sett fram á mjög skilmerkilegan hátt og þar eru tímasettar og tölusettar ákvarðanir sem skipta miklu máli. Og við vitum það að þarna gegna 3 svæði lykilhlutverki í uppbyggingu Reykjavíkur næstu áratugina, það er miðborgin og Gamla höfnin, þróunarás frá Örfirisey, Keldnaholti og Vatnsmýri. Og það eru fyrst og fremst þessu svæði sem að munu næstu 20 árin eða svo, eða 15 árin, taka á móti 20 til 25.000 íbúum. Þarna verða byggðar 12.000 til 14.000
íbúðir, sirka 700 íbúðir á ári, því að þarna kveðið á það 90% byggðarinnar skuli reisa næstu 15 til 20 árin eða 15 árin innan núverandi byggðamarka. Og markmið það líka að ná þéttleika meðaltali sem eru 60 íbúðir á hektara, að húsin verði 3 til 5 hæðir og það mikil áhersla lögð á félagslegan fjölbreytileika, blandaða byggð, íbúða, þjónustu og atvinnustarfsemi. Þetta leiðarljós. Það byggir líka aðalskipulagið og þetta leiðarljós byggir á mjög ítarlegri vinnu, mjög ítarlegum skýrslum og könnunum, til að mynda reglubundnum ferðavenjukönnunum. Og við vitum það að í dag eru ferðavenjur þannig í Reykjavík að 75% allra ferða í úr vinnu í borgin eru farnar á einkabíl. Það vægast sagt mjög mikið. 4% á hjóli, 4% með strætó og rest eða 70% fótgangandi. Í aðalskipulaginu eru sett þau markmið að árið 2030, það að segja eftir 16 ár, að þá breytist þetta þannig að 8% fara á hjóli, 12% með strætó og 58% með einkabílum. Sumir hafa sagt að þetta sé með róttækt sjónarmið, en sannleikurinn sá að hlutfall ferðamátanna í dag nákvæmlega svona í Þrándheimi og Þrándheimur mun vera álíka norðarlega á heimskringlunni og Reykjavík og álíka leiðinlegt veður þar stóran hluta ársins og hér. Þannig að þetta ekki róttækara en svo að árið 2030 verði við sirka 15 árum eftir íbúum í Þrándheimi, hvað varðar eflingu vistvænna valkosta í samgöngum. Það hefur líka verið unnið á vegum sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu hafa verið unnar mjög merkilega skýrslur þróun höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040 og þar var gert ráð fyrir, það voru dregnar upp 3 sviðsmyndir og það sem sviðsmyndirnar eru þannig að það mishátt hlutfall byggðarinnar sem byggist innan núverandi byggðar á höfuðborgarsvæðinu og það líka reiknað með annaðhvort óbreyttu ástand í almenningssamgöngum eða almenningssamgöngur verður eldar og niðurstaðan sú að ef að 60% byggðarinnar verður byggð innan núverandi byggðamarka þá getur það sparað og almenningssamgöngur eldar eins og gert í ráð fyrir í aðalskipulagi Reykjavíkur, það getur sparnaður sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu numið allt að 187 milljörðum til 360 milljörðum og það munar minna. Í sambandi við umhverfismál og þá kemur fram líka mjög nákvæmar og tölusettar áætlanir í leiðarljósinu okkar aðalskipulaginu varðandi neyslu og úrgang. Þar segir að það skuli draga úr úrgangi til urðunar og að endurnýting og endurvinnsla skuli stórlega aukin og það gert ráð fyrir 80% af pappír og pappa verði endurunnin, 60% af plasti og allur lífrænn úrgangur verður endurnýttur árið 2020. Í sambandi við loftslagsmálin að þá það í leiðarljósinu þannig að í aðalskipulaginu stefnt að því að losun gróðurhúsalofttegunda minnki 35% til ársins 2020 og 75% til ársins 2050 miðað við árið 2007. Næsti liður í plagginu þar segir að kynning og upplýsingagjöf til íbúa verði bætt í tengslum við skipulagsmál, bæði stór og smá og það hefur komið á daginn að það mjög mikilvægt. Margir muna eftir Silfurreynismálinu sem fékk mjög mikla athygli í sumar að gefnu tilefni og þá kom í ljós að þar hafði verið farið í rauninni umfangsmikla deiliskipulagsbreytingu en samkvæmt venju að þá voru ekki bornar sérstakar auglýsingar eða sérstök plögg í hús í nágrenninu til að vekja athygli nágranna á því hvað þarna stæði til, heldur látið nægja að auglýsa í dagblaði og þetta fór fram hjá mjög mörgum
Og þetta mál sem við höfum tekið mjög alvarlega vegna þess að það stendur út til að þétta byggðin í borginni, þétta hana inn í gróinni byggð. Þannig að mál af þessu tagi mun örugglega koma oftar fyrir og þess vegna hefur verið skipaður hópur sem á að fara yfir allt verklag í sambandi við uppbyggingu innan gróinnar byggðar og sérstaklega hvernig hægt að bæta stórfelldlega upplýsingagjöf til íbúa almennt í borgin og sérstaklega í nágrenninu. Nú að því að það kom hérna var aðeins rætt, borgarfulltrúinn Júlíus Vífill kom aðeins, Júlíus Vífill Ingvarsson kom aðeins inn á það hérna áðan hvernig þessi meirihluti léti verkin tala í sambandi við samráð og það má kannski geta þess að þarna efndi formaður umhverfis- og skipulagsráðs eigin frumkvæði til fundar með íbúanum í vor eftir þetta mál kom upp og jafnvel þótt að þarna væri nýtt splunkunýtt deiliskipulag sem var samþykkt af öllum, bæði meiri og minnihluta, að þá var tekið sú stefna að þröngva því ekki í gegn, þó það væri búið að samþykkja það, en það var gert vegna þess að við vissum það að eigandi lóðarinnar var tilbúinn að breyta talsvert miklu fyrirkomulag uppbyggingarinnar. Og nákvæmlega þess vegna var eiginlegt samráð að ræða vegna þess að við gátum haldið þennan fund og tilkynnt íbúunum það að það væri hægt að breyta skipulaginu. Það væri vilji til þess, bæði hjá borgaryfirvöldum og þeim sem áttu lóðina og í rauninni höfðu allar heimildir. Og ég nefni þetta vegna þess að ég vara svolítið við því að bæði að nota þetta orð samráð of mikið og alls ekki nota orðið samráð þegar að borgarfulltrúar að tala hluti við borgarana sem þeir vita í rauninni að þeir geta ekki breytt. Til að mynda vegna þess að þeir eiga ekki húsin sjálf og það verið að byggja samkvæmt heimildum sem borgin sjálf veitti fyrir kannski bara 2-3 árum. Þannig að samráð verður að vera alvöru samráð í þeim skilningi að það sé hægt að breyta einhverju, gera eitthvað. Og ég vil meina að í þessu tilviki hafi þetta tekist mjög vel. Ég held að íbúarnir hérna í nágrenninu séu mjög ánægðir. Eigandi lóðarinnar ánægður og ég held að við borgarfulltrúar getum líka verið með ánægð hvernig þetta mál fór. En sem sagt, það hópur að vinna því hvernig hægt að bæta upplýsingamál í borginni varðandi skipulagsmálin. Nú, þarna segir líka hverfisskipulag verði unnið í nánu samráði við borgarráð, í samráði við íbúa viðkomandi hverfafsækið, en markmið skipulagsins verði sjálfbær hverfi með heildstæða þjónustu, græn svæði og fjölbreyttar samgöngur. Við viljum efla hverfisvitund í öllum hverfum. Það þarf kannski ekki að orðlengja það mjög mikið en borgarráð gerði umhverfis- og skipulagssvið eða skipulagsráð afturreka með matslýsingu á 8 hverfum skulum við segja og með þeim orðum að umræðan hefði, eða sem sagt þau hefðu verið sett fram á villandi hátt og þetta var sem sagt aftur komið í heimahús þar sem verið að vinna að áframhaldandi hverfisskipulagi og líklegast verður þetta þannig að þetta verður tekið í smærri skrefum, kannski 2 hverfisskipulög til að byrja með sem getur kannski verið tilbúin í vor og síðan aftur næsta haust og svo aftur næsta vor og þannig koll á kolli og vonandi verður þetta klárað á næstu 2 árum. Því að hverfisskipulagið er gríðarlega mikilvægt, það lítur beint að hagsmunum íbúanna því þá að einfalda íbúum þegar að þeir sjálfur að sækja breytingar á sínu eigin húsnæði. Það á að leiða til þess að það verði miklu meiri heildarhugsun í gangi í skipulagsmálum og umhverfis sjónarmið rísa þar miklu hærra heldur en var mögulegt þegar að allt var unnið samkvæmt deiliskipulagi með örsmáum reitum.
Þannig að hverfisskipulagið er satt að segja eitt mikilvægasta verkfærið til þess að innleiða aðalskipulagið. Við viljum minnka svifryk og mengun af mannavöldum, stendur í samstarfssáttmálanum, og öflugt ráð til þess er að auka hlutdeild vistvænna samgangna eins og ég hef rakið þegar. Kom í veg fyrir að ferðum og einkabílum fjölgi sífellt með tilheyrandi mengun, bæði loftmengun og hávaða og þess hættu sem af þeim stafar. Auka hlutdeild sem sagt, þeirra sem að fara með almenningssamgöngum, þeim sem hjóla og þeirra sem fara fótgangandi. Þetta snýst líka það að hægja á umferðinni að því að verulegur áhrifavaldur varðandi svifryk er fyrst og fremst bílaumferð og fyrst og fremst hröð bílaumferð sem að þyrlar upp ryki, það vita þeir sem að búa við Miklubrautina. Það hefur náðst mikill árangur í fækkun þeirra bíla sem að keyra á nagladekkjum. Ég held að það sé sirka þannig að á 10 til 15 árum hefur fjöldi þeirra farið úr 60% í 30%. Þannig að það má segja að með svona jákvæðum áróðri eða með upplýsingagjöf að þá hafi náðst verulegur árangur án þess að það hafi þurft að fara til stórtækar sektargreiðslur sem ég held þessu nú ágætt. En þetta lítur líka af loftslagsgæðum og af því að það nefnt hérna, hefur verið nefnt hérna Orkuveita Reykjavíkur að hún reyndar nefnt sérstaklega í samstarfssáttmálanum varðandi mengun og auðvitað verður fylgst mjög nákvæmlega og gerðar mjög mikla kröfur til Orkuveitu Reykjavíkur varðandi brennisteinsmengun sem er staðreynd á vinnslusvæði Orkuveitunar og við finnum það sjálf hvernig hún liggur stundum í loftinu í austlægum áttum. Þannig að við munum leggja áherslu á það og ég veit að það eru allir í minni og meiri hluta sammála það. Nú, tvennt sem ég vil nefna í sambandi við þetta sem ég var að tala áðan eflingu strætó og auknum forgangi almenningssamgangna, að þá búið svo vel að það voru gerðir á síðasta kjörtímabili 2 tímamótasamningar til þess að efla annars vegar hjólreiða og göngustíga. Það var Reykjavík og borg- og vegagerðin sem að gengur frá samningi átak í hjólreið og göngustíg í Reykjavík og ef maður rétt að þá kveður sá samningur upp, hann kveður á 2 milljarða til nokkurra ára og Reykvíkingar hafa þegar séð árangur þess. Þetta er gríðarlega mikilvægur samningur því að það hefur verið unnið mjög stórt átak í hjólastígum undanfarin 3 til 4 ár, þar á meðal og ekki síst stofnstígum svokallaðum, meðfram Kringlumýrarbraut, meðfram Sæbraut, meðfram Suðurlandsbraut, meðfram Laugavegi og svo framvegis og þar njótum við einmitt þessa samnings þar sem að vegagerðin kemur með virkum hætti inn í þetta. Þarna var svo sannarlega brotið blað. Og í árið 2014 fer tæpur hálfur milljarður í hjólastíga. Þannig að þarna hefur orðið gríðarleg breyting frá því fyrir örfáum árum og það er vel því að við vitum það að hjólreiðar eru orðnar sífellt vinsælli í borginni. Hinn samningurinn snýr samning almenningssamgöngur sem var gerður 2012. Þá var það innanríkisráðuneytið, vegagerðin og fjármálaráðuneytið sem gerðu samning við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu rekstur og uppbyggingu og almenningssamgangna til 10 ára og þar var kveðið á að það rynnu alltaf 1 milljarður á ári til almenningssamgangna frá ríkisvaldinu. Niðurstaðan er svo að það er eitthvað minna, það er kannski 800.000 en það munar gríðarlega mikið þetta. Og liður í þessu öllu saman er auðvitað að efla og búa til öflugt kerfi forgangsreina fyrir strætó í borginni, svo kallað Bus Rapid Transit System. Og auðvitað verður náin samvinna sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu mjög nauðsynleg í þessu.
Þannig að við erum á fullri ferð, bæði fótgangandi, hjólandi og í strætó og auðvitað hafa þeir sem eru á sínum einkabílum alltaf verið á fullri ferð og verða það áfram og fá með öllum þessum frábæru umbótum aðeins meira pláss og götum borgarinnar. Nú, það var minnst hér á hjólaleigukerfi og það var tilkynnt daginn hjá borgarráði að það stendur til, ég veit ekki hvort það búið, að skipa, það sennilega búið að skipa starfshóp sem á að skoða möguleika á því að koma upp hjólaleigukerfi í Reykjavík og hann á að skila niðurstöðum í byrjun nóvember. Efling BSI sem samgöngumiðstöðvar, það brýnt mál. Það þýðir þó ekki að eins og sumir hafa og kannski leit út á tímabili að það ætti til að mynda að leggja niður Hlemm sem mikilvæga skiptistöð fyrir strætó og Hlemmur verður það áfram, mjög svo. Menntun til vistvænni samgönguhátta verði aukin. Borgarfulltrúi Sóli Tómasdóttir kom inn á það hér áðan. Þarna koma helst til greina kennsla í hjólafærni og það að læra á strætó, en ég tók eftir því daginn að það eru dálítið fínar auglýsingar frá Samgöngustofu í sjónvarpinu. Það sem verið að sýna, rauninni kenna fólki að hjóla í borgarumferðinni og þar meðal annars kennt hvenær hjólreiðamaðurinn tekur sér víkjandi stöðu í umferðinni og ríkjandi stöðu. Fyrir ekkert ægilega mörgum misserum fannst manni þetta mjög prógressíft, en nú þetta komið í auglýsingar Samgöngustofu, eitthvað sem allir geta tileinkað sér. Nú, það stendur hérna líka, við viljum standa vörð vatn sem auðlind og það unnið stöðugt af því. Það meðal annars unnið að mjög metnaðarfullri vatnsverndaráætlun á öllu höfuðborgarsvæðinu. Og þar fram eftir götunum. Ég ætla að láta þetta nægja að sinni, en ég verð þó að geta þessa því að umhverfismálin mér hugleikin og það var komið inn á hér áðan umhverfismál og vatnsbúskapur í Vatnsmýrinni. Það náttúrulega þannig að vatnsbúskapurinn þar talsvert öðruvísi heldur en svo vatnsbúskapur sem hér upp á heiðunum, af því þar ekki drykkjarvatn Reykvíkinga. Og það sem búið að plana þar, og það sérstaklega svokölluð Hlíðarendabyggð, þar gert ráð fyrir svokallum ofanvatnslausnum og búið að rannsaka það mjög hvernig allir straumar þarna. Og það má kannski segja að það sé vonum seinna að koma með vistvænar lausnir í vatnsbúskap á þessum stað, því að ég veit ekki til þess að það hafi verið ofarlega á forgangslistanum þegar að flugbrautirnar voru lagðar og endurnýjaðar núna síðast fyrir örfáum árum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Guðfanna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Bætt vinnubrögð, aukið lýðræði, því ber auðvitað að fagna. Samstarfssáttmálinn áferðarfallegur og hljómfagur, eitthvað sem allir vilja heyra, lýðræði, gegnsæi, upplýsingaflæði. Af því að setningarnar hljóma svo vel, þá hefur væntanlega verið óþarfi að útskýra það eitthvað, hvernig þessum markmiðum ætti að ná sem framkoma í sáttmálanum, því það ansi mikið orðalagi við viljum. Dásamlega Reykjavík. Hver vill ekki búa í borg gegnsæis, lýðræðis, gleði og jöfnuðar þar sem allir sitja við sama borð? Þessu ber auðvitað að fagna. Hins vegar hafa vinnubrögð á þessum stutta tíma, hvað þá síðasta kjörtímabili, ekki verið í þessum anda.
Borgarstjóri byrjaði ekki í þessum anda þegar hann lýsti því yfir að einn flokkur væri ekki stjórntækur og gerði lítið úr kjósendum þess flokks. Önnur eins fyrirlitning á lýðræðinu er vandfundin. Þá byrjaði fyrsti borgarstjórnarfundurinn 16. júní ekki í þessum anda. Því þar var til umfjöllunar að auglýsa tillögu að breyting á deiliskipulagi Hlíðarenda, þrátt fyrir að mikilvæga grundvallarupplýsingar bæði vörðu öryggi og umhverfismál lægju ekki fyrir. Þarna var ákveðið á þessum fundi að auglýsa tillögu þrátt fyrir að gögnin að það lægi fyrir að það vantaði ennþá mikilvæg gögn. Það er lágmark að þegar verið er að senda tillögu í auglýsingu að borgaryfirvöld séu þá búin að afla þeirra gagna sem þau vita að skipta máli áður en auglýsingaferlið á sér stað. Ekki það að ætlast til þess að þessi gögn komi fram á auglýsingatímanum þegar það liggur svona skýrt fyrir, eins og í þessu tilviki að áhættumati vegna Reykjavíkurflugvallar lá ekki fyrir, nothæfisstuðull Reykjavíkurflugvallar, þar að segja neyðarbrautarinnar 0624, hafði ekki verið endurreiknaður í samræmi við núgildandi reglugerð. Það lá fram minnisblað frá verkfræðistofu þar sem að segir að ákveðnum rannsóknum sé ekki lokið. Það liggur ljóst fyrir að það hefur ekki farið fram mengunarmat eða umhverfismat á Vatnsmýrinni. Það er til mengunarkort sem byggist á gömlum ljósmyndum og munnmælum af Vatnsmýrinni. Þarna undir er jarðvegur, við munum það öll hvernig jarðvegurinn var hjá HR. En fyrst og fremst, hvernig á að vera hægt að auka lýðræði, hver er viljinn réttara sagt til þess að auka lýðræði þegar ein mesta eða stærsta undirskriftasöfnun þjóðarinnar hefur farið fram það að 70.000 landsmanna vilja hafa flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Það er ekki of seint fyrir núverandi meirihluta að virða lýðræðið og virða þennan vilja. Það er hægt að gera undir næsta lið á dagskrá hér á eftir. Flugvöllurinn var auðvitað kosningamál og er ennþá mál okkar. Það er verið að þrengja að honum, það er verið að fara að loka einni af 3 brautunum. Það er búið að gera samning við Háskóla Íslands án þess að þessi búið að ræða eða ná samkomulagi við út af fluggörðum. Það eru 600 til 800 nemendur sem stunda þarna flugtengt nám og þarna eru ýmis störf í boði. En það virðist algjörlega liggja fyrir ákveðin nám og ákveðin starfsemi er bara ekki nýja meirihlutanum þóknanleg. Þá er líka flugtengd starfsemi sem við megum ekki gleyma tengd vext í ferðaþjónustunni, enda hafa 82% ferðamanna til landsins sagt í nýlegri könnun að þeir séu aðallega að koma hingað til þess að skoða náttúruna. Við fögnum því að upplýsingaflæði og upplýsingagjöf verði bætt. Til dæmis væri hægt að byrja á því að borgarfulltrúar fá beinan aðgang að skjalasafni borgarinnar og öllum kerfum sem starfsmenn borgarinnar nota, til dæmis GoPro, þannig að við getum sjálf flett í þeim upplýsingum sem okkur vantar. Borgarfulltrúinn Halldór Auðar Svansson vísaði hér á áðan í grein sem fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins ritaði, þar sem beinn aðgangur íbúa að upplýsingum, að það ætti að vera beinn aðgangur íbúa að upplýsingum með sama hætti og kjörnir fulltrúar. Auðvitað á það að vera það. Einnig ættu líka kjörnir fulltrúar og almenningur að hafa sömu upplýsingar beint eins og starfsmenn borgarinnar. Og ég ætla að vona það að þetta nýja ráð beiti sér fyrir því. Hins vegar held ég að það sé líka eitt sem við getum gert. Að við getum notað okkur borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvinna sem hálfgerð svona tilraunadýr og ég býð mig sérstaklega fram í það. Af því að við erum nýr flokkur, höfum ekki verið hérna síðustu 4 árin,
Við þurfum að afla okkur ýmissa upplýsinga og við höfum rekið okkur á að það svolítið erfitt. Þannig að við erum algjörlega tilbúin til þess að vera nokkurs konar tilraunadýr til þess að finna út hvernig okkur gengur að afla okkur upplýsinga. Það er algjörlega sjálfsagt. Enda teljum við mjög mikilvægt að auka aðgang okkar allra borgarbúa af upplýsingum og að upplýsingarnar séu aðgengilegar. Við fögnum því að borgin ætlar að beita sig fyrir því að reisa 2.500 til 3.000 leig- og búseturétta íbúðir á næstu 3 til 5 árum. Hins vegar spurningin hvernig þetta verður útfært. Af því að nýlega samþykktu aðalskipulagi kemur fram að þetta séu 14.500 íbúðir sem á að byrja að byggja hér í Reykjavík fram til ársins 2030. Og að meðaltali séu það 700 íbúðir á ári sem byrjað að byggja. Og miðað við þessar tölur að þá liggur ljóst fyrir að það séu þá 2.800 íbúðir á næstu 4 árum sem verður byrjað að byggja. En væntanlega hefur meirihlutinn ætli sér greinilega þá tvöfalda þessa tölu fyrst að þá að byggja einhverja fleiri íbúðir af því við vitum það auðvitað að verktakar eru að byggja á fasteignafélög og aðrar íbúðir. Það kemur líka fram að heimasíðu Reykjavíkurborgar að það hefði þurft að byggja 2.700 fleiri íbúðir á árunum 2007 til 2012 og ef maður skoðar upplýsingarnar í þjóðskrá Íslands að þá kemur til dæmis fram að íbúðum fjölgaði í Reykjavík 6 á árinu 2011 og 132 á árinu 2012. Og síðan kemur enda fram að heimasíðu Reykjavíkurborgar haft eftir borgarstjóra að það hefði verið byrjað að byggja 613 íbúðir á síðasta ári. Þannig að þetta er ansi mikil uppbygging sem á að eiga sér stað. Annað að það í aðalskipulaginu að 25% af öllu húsnæði sem byrja að vera að byggja í Reykjavík eigi að vera annars konar húsnæði sérregnar íbúðir. Það er að segja leiguíbúðir, búseturétta íbúðir og svo framvegis. Og ef maður veltir þessu tölum svolítið fyrir sér að það eru 700 íbúðir á ári, þá eru það 175 íbúðir sem ættu þá að flokka undir þetta eða sem nemur 3.500 íbúðum í þessum flokki, þar að segja leigu- og búseturétta íbúðir fram til ársins 2030. Þannig að tölurnar eru einhvern veginn heldur ekki að virka. Og síðan á að minnsta kosti 90% allra nýrra íbúða að rísa innan núverandi þéttbýlismarka og það eru 3 svæði sem gegna lykilhlutverki. Það er Vatnsmýrin, það er miðborgin Gamla Höfnin og það er Elliðaárvogurinn. En þetta eru samtals 9.000 íbúðir, eða 2/3 hlutar af þessu öllu saman. Það liggur auðvitað ljóst fyrir að á síðasta kjörtímabili bættust ansi fáar eignir í eignasafn félagsbústaða varðandi leiguíbúðir. Á heimasíðu félagsbústaða þá telst mér til að þetta séu 67 íbúðir ef ég skoða eingöngu tilkynninguna sem að stjórn félagsbústaða sendi til Kauphallarinnar. Það hefur verið sagt að þetta séu ykkur á nokkrar íbúðir fleira, 60, 70, 80, skiptir ekki máli, þetta er allt of lítið. Það var lagt fram á borgarstjórnarfundi að það á síðasta ári í desember af Sóleyju Tómasdóttur, fulltrúa Vinstri grænna, að það væri félagsbústaður á þessu ári myndi fjölga íbúðum, þar að segja að það var meirihlutinn síðasti vildi að það yrðu keyptar 30 íbúðir á þessu ári á félagsbústöðum en tillaga Vinstri grænna væri að það myndi bætast við 50 þannig að það yrði samtals 80 en því var hafnað. Þrátt fyrir við vitum að það er 850 manns á biðlista eftir leiguíbúðum. Og ef við skoðum drauminn Reykjavíkurhúsin að þá eiga félagsbústaðir að eiga 25% í því að því að stefnan hefur auðvitað verið að það séu ekki félagslegar íbúðir eingöngu í sömu húsunum og ef að þessu markmiði verði náð 400 til 800 þá eru það 100 til 200 íbúðir sem færu þá í eignasafn félagsbústaða á þessu kjörtímabili. Þannig að þetta bara með biðlista núna þetta ekki að ganga upp. Og ástæðan auðvitað fyrir því
að það vantar leiguhúsnæði í borginni auðvitað vegna þess að það er verið að nota mikið af húsnæði undir annars konar starfsemi, gistihúsarekstur og svo framvegis. Fasteignafélög hafa verið að kaupa upp í stórum stílum húsnæðin eins og til dæmis litlu íbúðirnar sem hefur verið kjöru félagsbústaða að kaupa. Og borgin hefur engan veginn sinnt skyldu sinni varðandi lóðaúthlutanir. Og söfnun og miðlun upplýsinga á sviði húsnæðismála verið bætt. Því fagna ég og ég vona að það verði gert fljótlega. Vegna þess að í gær þá ákvað ég að prenta út öll gögn sem varðaði innleiðingu húsnæðisstefnu borgarinnar frá því í apríl í fyrra. Og ég gafst upp þegar ég var búin að troðfulla heila stóra möppu því þetta er endalaust af gögnum sem eru misvísandi, það er erfitt að finna út úr þessu hvernig þetta er, það þarf að vinna miklu betur upp úr þessum upplýsingum. Og það var í Kjarnanum sem síðasta, eða frá 28. ágúst, þarf að finna grein sem bar yfirskriftina Lóðaverð hamlar uppbyggingu. Og þar er fjallaði meistararitgerð Gunnar Ágústssonar frá því í maí sem hann skrifaði við umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands sem heitir Hinn undirliggjandi verðmæti þróun lóðaverðs í Reykjavík 2000–2013. Og þar kemur fram að það hafi ekki reynst jafn auðvelt og ætla mætti að nálgast upplýsingar lóðaverð hjá Reykjavíkurborg og þá gagnrýnir höfundur ritgerðina framsetningu gagna sem fengust þó afhent. Og í áðurnefndri ritgerð segir, með leyfi forseta, í upplýsingasamfélagi eykst krafan aðgengi að upplýsingum og gagnsærri ferli. Það hlýtur því að vera sanngjörn og eðlileg krafa að niðurstöður lóðaúthlutana séu gerðar aðgengilegri, tilvitnun lýkur. Það þyrfti til dæmis að vera upplýsingar það hvar eru lausar lóðir sem borgin á sem hefur ekki verið úthlutað eða gerði lóðaleigusamninga við aðra. Það væri mjög gott ef slíkar upplýsingar væri inn á vef borgarinnar. Og síðan fögnum við að sjálfsögðu að kynning og upplýsingagjöf varðandi skipulagsmálin verði bætt, en það er kannski svolítið seint í rassinn gripið þegar búið er að samþykkja aðalskipulagið. Af því að aðalskipulagið er auðvitað grunnurinn að því hvernig deiliskipulagið, hverfiskipulagið og svo framvegis verða unnin. Og það skiptir miklu máli að varðandi þéttingu byggðar að íbúarnir séu vel upplýstir vegna þess að ónæðið getur orðið mikið eins og við þekkjum á lýsisreitnum í Þverholtinu og hérna við Laugavegi. Annað sem að ég tel að sé væri mjög gott sem þyrfti að bæta, að ef við skoðum vandamálin eða óánægjuna sem hafi verið vegna turnsins sem er að rísa núna í 101 skuggahverfi, þar sem að það sést ekki lengur þá niður Frakkastíginn, það blokkarast útsýnið til Esjunnar, að ég held að væri mjög gott að öll kynningagögn yrðu útbúin þannig, eins og til dæmis varðandi byggðina við Hafnarbakkann, að það séu útbúnar myndir, þannig að maður standi og horfa á Hafnarbakkann, eins og til dæmis á Pósthússtrætinu og sjáu blokkarast útsýnið eða ekki. Því að sjónmengun er líka mengun og byggðin sem á að vera við Hafnarbakkann, hún skyggir á sjávarsýnina og Esjuna. Varðandi skóla- og frístundamálin, að þá held ég að grunnurinn í rauninu öllu því að börnin geti liðið vel í skólanum og eigi auðvelt með að læra, að það þurfi að efla lestrarkennslu. Og við þurfum að setja eitthvað sameiginlegt átak eða markmið, hvernig við ætlum að ná því til þess að læsi verða veruleika í öllum bekkjum grunnskólans. Því það er auðvitað ekki bara hjá þeim sem eru að byrja að lesa, heldur er að staðreynd að það eru börn í skólanum komin í efri bekki sem kunna ekki að lesa. Og auðvitað er yndislegt og dásamlegt ef það er hægt að hafa einstaklingsmiðað nám, en kostnaðurinn samfara því
það þarf að leysa, en grunnurinn að börnum líði vel í skólanum, þar sem hlustað á þau og þau læri þessa undirstöðu. Sumum hentar ekki að læra, eru með einhverja erfiðleika og það þarf auðvitað að sinna því. En þegar maður skoðar, svo ég fari aðeins í húsnæðismálin aftur, þegar maður skoðar fjölda þessara gagna varðandi innleiðingu húsnæðisstefnunnar, að þá veit ég ekki hvort þessi rétt skili hjá mér eða ekki, að mikið af þessum lóðum sem gert ráð fyrir að eiga að byggja á, að þau eru annarkvort lóðir sem eru nú þegar í eigu eða hefur verið úthlutað til ákveðin aðila, eða borgin hefur í sjálfu sér ekki úthlutað eða jafnvel ríkið á, og það þarf að fara í rauninni í það að semja við þessa aðila. Og þetta sýnist mér, ef það er rétt skilið hjá mér, að þessar 2500–3000 íbúðir séu rauninni ekki íbúðir almenna markað, heldur séu þetta fyrst og fremst þessi Reykjavíkurhús, þetta séu þá íbúðir sem að stúdentar, aldraðir og svo framvegis, pluss það tala íbúðirnar sem að búseti keypti byggingaréttin eða af Regin í Einholti Þverholti. Þannig að ef þetta á síðan til viðbótar þessu, því að þetta nær náttúrulega alveg þessari tölu 2500–3000, ef það er síðan aukalega á síðan að fara út í almennar íbúðir, þá var ágætt að fá upplýsingar það, en miðað við lestur gagnanna að þá sé ég það ekki, heldur að þetta sé í rauninni þessar tilteknu Reykjavíkurhúsin, stúdentar, aldraðir. En að öðru leyti þá hlakka ég til að vinna með ykkur og fagna því að lýðræðið verði virt, að samráðið verði meira, hugað sé að mannréttindum og sérstaklega launamun kynjanna, og við eigum aldrei að gefa afslátt í mannréttindum, ekki á kostnað eins eða neins. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon er næstur á mælendaskrá. Nei, þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér samstarfssáttmála nýs meirihluta Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs og Pírata. Og ég vil nota minn tíma hér sem formaður skóla- og frístundaráðs til þess að reifa sérstaklega helstu áherslur okkar í þeim málaflokki, í skóla- og frístundamálum, og setja þær kannski í ákveðið samhengi. Fyrst langar mig þó að árétta það að ég tel að einhver mikilvægustu skilaboðin sem að koma fram í þessum sáttmála séu fólgin í þeim skilningi sem að þar birtist, að við þurfum að nálgast stjórnmálin með nýjum hætti í kjölfar þeirra hamfara sem að tengdust hruni fjármálakerfisins árið 2008. Kerfi sem að tók með sér í fallinu tiltrú almennings á stjórnmálastarfseminni í landinu, eins og hún hafði verið rekin árabil og áratugi. Við lifum auðvitað enn í skugga þessara atburða þó að árin hafi liðið. Traust almennings á stjórnvöldum, Alþingi og stjórnmálaflokkunum hefur lítið vaxið og mun ekki aukast sem neinu nemur frekar en traustið fyrir en að við sem gefum kost á okkur til stjórnmálaþátttöku sýnum í verkum okkar, að við séum þessu umkomin að vinna af heilindum, standa vörð almannahagsmuni og kannski síðast en ekki síst vera tilbúin að afsala okkur hluta af völdum okkar til íbúa þessa lands. Því lykillinn að endurreisn stjórnmála á Íslandi liggur kannski að mestu leyti í gegnum aukið beint lýðræði, og einn af jákvæðum fylgifiskum hrunsins á Íslandi þrátt fyrir alltaf aðhald almennings og fjölmiðla gagnvart stjórnvöldum meira, og krafan gagnsæi, heiðarleika og vönduð vinnubrögð skýrari, þó hún sé vissulega mörkuð vonbrigðum, reiði og biturri reynslu almennings í landinu.
En ef við viljum endurheimta traust almennings þá verða stjórnmál eftir hruns áranna líka að snúast árangur og kjark. Að þora að breyta mannanna verkum sem að tíminn hefur að einhverju leyti helgað. Hugsa upp á nýtt kerfi og skipan sem að hefur lifað með okkur svo lengi að manni finnst stundum eins og þarna séu lögmál náttúrunnar á ferðinni. Eitt þessara kerfa menntakerfið í landinu. Á hverjum degi sannarlega unnið mikið og gott starf í öllum skólum og leikskólum borgarinnar, oft við mjög krefjandi aðstæður, en það eru hins vegar ákveðin hættumerki, ákveðinar vísbendingar að tilteknir hlutir kalli á róttækt endurmat. Grundvallarfærni í ákveðnum undirstöðugreinum hefur hrakað á undanförnum árum og háar tölur brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum gefa til kynna að fyrir of mörgum sé skólinn ekki að standa undir væntingum þeirra sem að hann á að þjóna. Það hefði auðvitað átt að kalla á viðbrögð pólitískra almannavarna að þriðji hver nemandi í framhaldsskólum á Íslandi gæfist upp á náminu og hætti í miðju kafi. En því miður höfum við haldið þessu Evrópumeti í brotthvarfi árum saman án þess að brugðist hafi verið við með markvissum aðgerðum stjórnvalda, hvort sem á vettvangi ríkisins eða sveitarfélaga og skólafólks. Nú geta einhver sagt hvaða máli skiptir það okkur hér hjá Reykjavíkurborg að það sé mikið brotthvarf í framhaldsskólum sem að eru ekki á okkar ábyrgð, heldur ríkisins. Það vissulega rétt, en það engin vafi það í mínum huga að lykillinn að því að draga verulega úr brotthvarfinu liggur í grunnskólunum hjá okkur. Í aukinni áherslu á að byggja skólastarfið í kringum áhuga, færni og hæfileika hvers og eins, en draga úr miðstýrðum fyrirmælum og vinda ofan að þeirri hugsun að leiðin til mennta á 21. öldinni liggi troðnar slóðir forfeðra okkar sem að bjuggu í samfélagi sem ekki lengur til. Og höfum í huga að ef við tökum ekki þátt í því að draga úr brotthvarfi framhaldsskólanema þá eru mikla líkur á því að sá vandi komi tvíheldur í bakið á okkur síðar. Meðal annars með auknum fjárútlátum borgarinnar í fjárhagsaðstoð sem þessa mundir kostar borgina 4 milljarða króna á ári. Höfum þar í huga að það sami hópurinn sem að fjölmennastur í hópi brotthvarfsnema og þeirra sem að þiggja fjárhagsaðstoð hjá borginni. Það ungir karlmenn og þetta sami hópurinn og líklegastur til þess að eiga í vandræðum með að lesa sér til gagns. Skólinn fyrir alla. Okkur ber skylda samkvæmt lögum til að fylgja stefnunni skóla án aðgreiningar enda byggir hún á því að öll börn eigi sama rétt hvað varðar aðbúnað og þjónustu í skólanum. En lögin og reyndar stjórnarskráin okkar leggja líka á herðar okkar þær skyldur að tryggja öllum menntun og fræðslu við sitt hæfi. Sem þýðir að við þurfum að leggja sérstaka rækt við það að komast að því hvað hentar hverjum og einum. Lýðræðisvæðingin sem svo mikilvæg fyrir stjórnmálin þarf nefnilega líka að ná til skólana. Börn og ungmenni eiga að hafa meir það að segja, hvað þau læra og leiðarljós okkar í skólamálum á að vera að leysa úr læðingi hæfileikana sem búa innra með hverjum einasta einstaklingi og fagna því í verki að áhugasvið, færni og styrkleikar liggja á mismunandi sviðum. Þar liggur nýsköpunarkraftur framtíðarinnar. En hér mikilvægt að hafa í huga að þó einstaklingsmiðað nám hafi verið hluti af löggjöfinni og sannarlega hluti af stefnu borgarinnar í áratugi. Sýna nýlega rannsóknir til dæmis fyrrum fræðslustjóra Gerðar G. Óskarsdóttur að í reynd hafi sú stefna ekki verið ráðandi í daglegu skólastarfi nema í takmörkuðu mæli. Þessu þurfum við að gefa sérstakan gaum og auka vægi nemandans í skólastarfinu í góðu samstarfi við fagfólkið í skólunum og nemendur sjálfa. Þar mun skipta miklu máli að jafna leikinn milli bóklegu og verklegu greinanna og það ásetningur okkar í meirihlutanum að vinna að því að gera verk, tækni og listgreinum jafn hátt undir höfði og bóklegum greinum. Það mun vissulega snúast ákveðna vitundarvakningu í samfélaginu og samstillt átak skóla, borgaryfirvalda, nemenda og foreldra því að vissulega eru ennþá ákveðnir fordómar uppi gegn verk og tæknigreinum. Einn liður í því að efla þessa nemendamiðun skólastarfsins að auka samfellu og samvinnu milli skólastigana og enn frekari samþættingu skóla- og frístundastarf sem var í brennidepli í málaflokknum hjá borginni á síðasta kjörtímabili í samfelldum innihaldsríkum skóladegi. Við munum taka fullan þátt í innleiðingu þeirra tillagna sem að unnar voru síðastliðið ári í samstarfi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu í menntamálum og ég bind sömuleiðis miklar vonir við þá stefnumótun sem framundan
varðandi frístundaþjónustuna og félagsstarf fyrir alla borgarbúa, þar sem áherslan verður á jafnt aðgengi allra barna að fjölbreyttu og skapandi frístundastarfi. Stjórnvöld bera ábyrgð á því að móta stefnu til framtíðar, en öll stefnumótun stendur hins vegar og fellur með því að okkur takist að virkja með okkur fagfólki sem að ber hita og þunga af starfinu í skólum borgarinnar ásamt nemendunum. Þess vegna er ekki hægt að ofmeta áhrif kjarasamningana frá því í vor sem munu bæta verulega kjör kennara í grunnskólum og leikskólum. Kennarar gegna reyndar einhverju mikilvægustu störfum almannaþjónustunnar og ef litið til áhrifa þeirra á velferð einstaklingsins og hagsæld samfélagsins í framtíðinni. Og ég þykist vita að mörg ef ekki flest okkar hér í þessum sal gætum rifjað upp reynslusögur af afburðakennurum sem höfðu sterk áhrif á okkur og réðu jafnvel úrslitum þá starfsbraut sem að við höfum valið okkur í lífinu. Það vantar hins vegar mikið upp á það að kennarastarfi sem metið að velleikum í samfélaginu. Það hefur til þessa birst hvað skýrast í lágum launum stéttarinnar sem að hefur dregist aftur úr launum samanburðarstétta, en jafnframt í tíðri starfsmannaveltu ekki síst meðal ungra kennara og oft á tíðum neikvæðri umræðu kennarastarfi í samfélaginu. Þessu þurfum við að reyna að breyta í samvinnu við kennarastéttina og þetta þarf ekki að vera svona. Við eigum skýrar fyrirmyndir meðal nágrannaþjóða, til dæmis Finna, þar sem kennarastarfið hátt skrifað, vel launað og í hópi þeirra vinsælustu meðal ungs fólks sem að velja sér starfsvettvang í lífinu. Nýir kjarasamningar kennara eru stærsta fjárfestingin í menntamálum sem að Reykjavíkurborg hefur ráðist í mörg herrans ár. Og eins og kemur fram í sáttmálanum viljum við vinna með kennurum að því að gera kennarastarfið eftirsóknarverðara með tilliti til kjara, starfsþróunar og vinnuumhverfis. Það væri hægt að halda langa tölu það sem vel gert í skólum borgarinnar og við þurfum að muna eftir því að kannanir hafa ítrekað leitt í ljós mikla ánægju bæði foreldra með starfi í grunnskólunum og ekki síður í leikskólum borgarinnar. Nemendur eru sömuleiðis upp til hópa mjög ánægðir í sínu námi og með samskiptin við sína kennara. Hins vegar eru, eins og ég nefndi, ákveðnar vísbendingar að við getum gert betur á tilteknum sviðum og þar viljum við snúa vörn í sókn. Þar ber fyrst að telja áherslu á að efla lestur og lesskilning meðal barna og ungmenna í borginni. Niðurstöður lesskimunarprófs frá því í fyrra og PISA-könnunar frá liðnum vetri gefa til kynna ákveðna afturför í árangri reykvískra barna og ungmenna og þar sem lesturinn slíkt grundvallaratriði varðandi frekari námsárangur og reyndar gengi á vinnumarkaði síðar, leggjum við sérstaka áherslu á þennan þátt á þessum vetri. Við höfum þegar samþykkt í skóla- og frístundaráði að setja á fót fagráð sem mun vinna tillögur hvernig við getum eflt lestrarfærni og lesskilning meðal barna og ungmenna í borginni. Og höfum fengið til liðs við okkur Dr. Freyju Birgisdóttur, dósent og sérfræðing í lestrarmálum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem mun leiða það starf. Markmiðið skýrt að allur þorri barna geti lesið sér til gagns í grunnskólunum og fagráðið mun meðal annars leggja fram tillögur raunhæf, mælanleg markmið og árangursmælikvarða, auk þess að meta hvort við þurfum að breyta þeim lesskimunarprófum sem borgin hefur notað undanfarinn áratug og lagt fyrir börn í öðrum bekk. Þar kemur til dæmis til álita að við hefjum slíkar mælingar fyrr strax við upphaf grunnskólagöngunar og nýtum þar af leiðandi tímann til þess að komast að því hvaða börn það eru sem að þurfa sérstaklega á stuðningi að halda og beitum þeim stuðningi í réttan farveg eins fljótt og kostur er. Ég nefndi áðan brotthvarfið. Brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum. Það hefur legið á bilinu 25–30% árabil og er nálægt því að vera helmingi hærra en í ríkjum OECD og tvöfalt hærra en á Norðurlöndunum. Hvergi er brotthvarf nemenda á Íslandi þó alvarlegra en meðal barna og ungmenna af erlendum uppruna, en þar getur það orðið allt að 90%. Slíkt ástand er bein ávísun á félagslega einangrun og ýmiss konar samfélagsleg vandamál sem geta komið illa í bakið á viðkomandi einstaklingum, fjölskyldum þeirra og samfélaginu öllu. Hér þurfum við að bregðast við strax, efla íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna en jafnframt leggja þunga áherslu á það að við hugum að móðurmáli þessara barna og ungmenna til þess að styrkja virt tvítingi þeirra. Þess vegna höfum við þegar lagt til og samþykkt í skóla- og frístundaráði að settur verði á fót starfshópur sem vinni tillögur að áætlunum hvernig við getum í áföngum tekið upp móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna.
Ég bind miklar vonir við þetta starf sem að Sabine Leskopf varaborgarfulltrúi mun leiða. Ég vil vekja athygli á því að báðar þessar tillögur sem ég hef nefnt fagráð til eflingar læsis og starfshóp móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna voru samþykktar einróma af fulltrúum allra flokka í skóla- og frístundaráði. Og ég met mikils þá samstöðu sem að skapaðist í kringum þessi 2 mál og vona að það sé dæmi það að okkur beri gæfa til þess að skapa þann vinnuanda í ráðinu á næstu misserum og árum að allir geti þar unnið saman að góðu málum og tel að var mikilvægt að við vinnum þannig í ráðinu að allar góða tillögur og hugmyndir fái vandaða skoðun óháð því hvaðan þær koma. Ég hef nefnt hér nokkur meginatriði í áherslum nýs meirihluta í skólamálum en síðast en ekki síst vil ég nefna það verkefni sem kallar á víðtækt þverfaglegt samstarf ýmissa sviða borgarinnar sem og samráð við ríkisvaldið. Það felur í sér það sem við höfum kallað að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskólans, með öðrum orðum auka þjónustu við ungbarnafjölskyldur í borginni. Það felur í sér samtal við ríkisvaldið sem að þarf sannarlega að standa við gefin fyrirheit lengingu fæðingarorlofsins, en jafnframt mikilvægt að vinna hratt og vel á vettvangi borgarinnar áætlun fjölgun leikskólarýma og aðra leiðir til að mæta þörfum ungbarnaforeldra, svo sem í gegnum þjónustu dagforeldra undir virku faglegu eftirliti borgarinnar. Hér verður að ræða eitt stærsta fjárfestingaverkefni næstu ára sem vonandi fær verðugan forgang innan borgarkerfisins. Ágætu borgarfulltrúar, það eru spennandi tímar framundan í skólamálum í borginni og ég tek undir með félögum minnum hér í borgarstjórn sem að tala hafa hér á undan að ég bind miklar vonir við gott samstarf við fulltrúa allra flokka í borgarstjórn og ekki síður fagfólkið í skólum borgarinnar varðandi það umbótastarf sem framundan er. Leiðarljós okkar verður skýrt að hjálpa fleiri börnum og ungmennum að ná betri árangri svo þau geti komið af fullum styrk út í lífið með sem flestar dyr opnar. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar, ég langar til að fara nokkrum orðum þann samstarfssamning sem liggur hér fyrir og svona eins og aðrir hafa verið að gera og maður skilur það alveg að það getur verið auðvitað erfitt að hnoða saman eitthvað stefnumótunar plagg þegar menn eru engan veginn sammála í pólitík eins og ég tel að þessi flokkar séu og þess vegna líður mér líka ekki rosalega vel yfir því að með skjalið, ég skil ekki alveg hvert þið eru að fara því að ég þekki ykkur persónulega hvert og eitt og ég veit að það er himinn og hafa milli ykkar og mér finnst einhvern veginn, þú veist, þegar fólk skrifar undir svona, það verði einhvern veginn að það verði að taka meira alvarlega hvert það er að fara og ég segi sko, ég lesi þetta, ég varð ekkert fyrir miklum hughrifum eða innblásun af því starfi sem á nú að fara fram hér næstu 4 árin. Ég get verið að viðurkenna það, að það kom ekki yfir mig. Mér fannst þetta meira svona eitthvað svona rosalega almennt skjal, þar sem eru búið að velja ofboðslega falleg orð, þýðing, setningana, hvað er raun og veru stendur að baki er mjög óskýrt í svona helmingnum af þeim setningum sem fyrir kom í skjalinu. Þetta er mjög lítið aðgerðabundið og einhvern veginn svona varla til neins. Fyrir utan það auðvitað að meirihlutans og sem situr hér í dag vann auðvitað sinni stefnu á síðasta kjörtímabili þannig að hún bara samræmist alls ekki því sem hér stendur. Þannig að það svona maður fær ekkert rosa mikla trúverðugleika tilfinningu fyrir því sem við erum að lesa hérna í dag. Það sem mér finnst að öðru leyti vanta í þetta og ég hefði viljað sjá svo miklu meira er hvernig Reykjavíkurborg og hvernig við sem borgarfulltrúar förum í gegnum það að takast á við þær breytingar sem eru að verða á
íbúagerðinni, fjöldanum, bæði barnafjöldanum, fjölda aldraðra og þeim sem þurfa á aðstoð að halda. Þú veist, við erum búin að ræða þetta 100 sinnum. Samt kemst þetta ekki í gegn. Þetta er stóra verkefnið. Það er eins og að engin metnaður hafi verið lagður í það að koma því til skila hér. Og ég tel það alvarlegt. Eða kannski er það bara stefnan að sullast áfram í sama farinu með nýju fólki innanborðs og í raun og veru þá væntanlega ekki hægt að ætlast til mikils árangurs af því miður. Mér langar að fara svona aðeins yfir bara einhverja málaflokka. Ég ætla nú ekki að fara yfir allt skjalið en svo ég staldri bara við að því að borgarfulltrúi Skúli Helgason talaði hér síðast skóla og frístundamálin og þá aðalega skólamálin. Þá er ég svo sammála honum margt og það reyndar stendur ekkert hér. Því að ræðan hans var alveg hreint ágætt í sambandi við brottfall og læsi og að við þurfum meira samstarf milli velferðar og skóla. Við verðum að ná að breyta þeirri þróun sem nú er því miður að við erum að sjá svo ofboðslega margt ungt fólk flosna upp úr námi. Það er ekki læst við lok skóla. Það næri ekki að halda í við jafnaldra sína. Og þetta er risavandamál sem skilar sér svo aftur upp í framhaldsskólana sem mikið brottfall er og inn á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna. Þar sem við sjáum núna á einu ári, bara núna á síðasta ári, 10% hækkun í fjárframlagi til vegna fjárhagsaðstoðar. Þetta er viðvarandi vandamál leið og ég les í dag að séu bjartari horfur á vinnumarkaði. Ég veit ekki, man ekki hvað mörg 1000 störf hafa bæst við. Þetta kemur frá greiningadeild einhvers bankans, ég man ekki hvers. En á meðan eru við að horfa á 10% aukningu bara í fjárhagsaðstoðina. Það er rosalegt og þið talið ekki neitt um það. Ég segi bara glatað stöf. Sorry. Síðan hér alls konar atriði sem að ég veit ekki alveg. Það er náttúrulega eins og hefur komið hérna nokkrum sinnum fram, þá er mjög mikið talað að brúa bilið milli leikskóla og fæðingarorlofs og að veita einhverjum 100 milljóna inn í skólakerfið og til leikskólana meðal annars. Það er ekkert talað til dæmis dagforeldra eða meiri fjölbreytni í þeirri þjónustu sem að foreldrar barnafjölskylda mættu hafa og ég myndi halda að við ættum að vera sammála að væri betra heldur en að einblína svona á eitt kerfi. Svo áætlunin að unnin verði að vera að tala viðræði við ríkið, þannig að ég veit ekki alveg hvað við að sjálfsagt að ræða við ríkið en mér finnst einhvern veginn í hvað eiga þessar 200 milljónir að fara? Fleiri leikskólarými eða þú veist hvað, ég skil þetta ekki. Svo finnst mér svona mega gagnrýna það sem að fleiri hafa nú nefnt hérna, að það er verið að tala að ég ætla bara að lesa þetta aftur upp með leyfi forseta og les beint úr skjalinu. Þá byrjar það svo hér undir kaflanum stjórnkerfi og lýðræði. Á kjörtímabilinu verður meginreglan sú að borgin sér rekstur leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu. Samstarf við grasrótar og hagsmunasamtök verði skoðað, komi slíkar hugmyndir upp sem og þetta þýðir ekki neitt. Það rifust svona mikið þetta en þau eru bara að setja allt í sömu setninguna sem einhvern veginn segir man ekki neitt. Eða hvað? Þú veist, hvað er það að meina? Svo finnst mér líka bara að vera nefna þetta. Ég náttúrulega fæ það á tilfinninguna að þarna hafi ákveðnir aðilar auðvitað að vilja láta koma fram að þeir styðji það að fjölga opinberum starfsmönnum og vilja ekkert með einkareksturinn hafa. Og þeir auðvitað, þá get ég ekki alveg séð að þetta sé það frjálslynda afl sem talað í inngangi þessa skjals. Þú veist, þannig að mér finnst menn vera að taka sér dálítið stórt bessaleyfi hvað
hvað þetta afl er sem að meirihlutinn segist vera. Mér langar nú líka aðeins að bara hoppa aðeins aftur inn í skóla- og frístundamálið. Þið gleymdu nú þetta stóru atriði sem mér finnst skipta máli, en þar talið þið og svo ég vitni aftur í plaggi með leyfi forseta, við viljum gera verk, tækni og listgreinum jafn hátt undir höfði og bóklegum greinum og leggja áherslu á læsi í víðum skilningi. Mér finnst þetta vera andstætt því sem við höfum verið að ræða undanfarið, en það við þurfum einmitt að stuðla því að börnin kunna að lesa í þröngum skilningi, ekki víðum skilningi, þröngum. Við þurfum að gæta þess og tryggja það að þau komi læs með nægan lesskilning út úr skólanum, þannig að þau geti bjargað sér sjálf og haldið áfram í námi. Og þess vegna skil ég ekki áherslu á víðum skilningi. Mér finnst það bara vera til marks að menn bara veit ekki hvað þeir eru að segja. Já, svo ætla ég að þakka borgarfulltrúa Sóley Tómasdóttur fyrir það sem ég held að hún hafi sett hérna inn. Svo ég vitni aftur í skjali með leyfi forseta og hennar sjálfar. En það stendur hér undir mannréttindamál áætlun að útrýma kynbundnum launamun verði framfylgt. Tilvitnun lýkur. Mér þykir alveg rosalega flott að nú eigi að framfylgja því sem ákveðið var síðast en ekki framfylgt. Þetta svona hálf kaldhæðnislegt, einhvern veginn. En við að sjálfsögum munum taka þátt í því og viljum auðvitað laga það. Síðan auðvitað stóra máli það að það engar áherslur reksturinn og ég tek undir orð borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar fyrir í dag. Þetta þetta gríðarlega stórt mál og það að hafa ekki eitt orð það í svona samningi bara, mér finnst það fáránlegt. Mér finnst það bara fáránlegt. Nú það svo að tekjur borgarsjóðs eru að aukast mikið, þannig að við erum að fá miklu meiri tekjur en áætlað var. Hins vegar rekstur A-hlutans, hann nær ekki neinum áætlunum, þannig að það alltaf það í rauninni verið að belgja út kerfi frá því sem áætlun hljóðaði upp á, taka fé sem við gerðum ekki einu sinni ráð fyrir að fá frá skattborgurum og nota það í eitthvað og hafa í rauninni enga stefnu með það. Þýðir þetta bara þá að halda áfram að reka A-hlutann með tapi? Það stefnan? Ég held að svara sé já. Því miður ekki orð það hér, hver stefnan í rekstrinu. Þannig að það verið gaman að heyra það, hvort það kannski til einhver konsensus, afsakið ég nota slettur, til einhver tilvitnun í sameiginlega setningu reksturinn, það verið gaman að heyra það og allavega væri þess virði fyrir borgarbúa að vita hvað stefnir. Því að miða við síðastliðin ár, þar sem að hallinn hefur verið á A-hlutanum, þar sem tekjurnar ná ekki að reka þjónustu við borgarana. Það bara háalvarlegt. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jámann. Forseti, kæra borgarstjórn, við ræðum nú undir þessum lið samstarfsátt mála meirihlutans fyrir borgarstjórn sem að ég bara tiltölulega ánægð með að negla saman svona stórt skjal, margir ólíkir aðilar koma að og bara svona í megin, já bara svona í stórum dráttum ég bara sátt við þetta plagg. Mörguleyti það jú almennt en þetta bara svona stefna sem við höfum tekið sameiginlega saman og ætlum að vinna að. Mér langaði bara
ekkert svona sérstaklega að fara yfir þetta plagg svona í heild sinni, heldur kannski að pikka pínu upp punkta sem snúa að menningunni og kannski ferðamálunum. Við munum hafa það að leiðarljósi að ný menningarstefna borgarinnar endurspegli starfsemi sviðsins. Nú þarf ég ekki að taka það fram að við sinnum og höfum verið að sinna gríðarlega góðu starfi í menningarmálum síðastliðin árum. Við erum með flott bókasöfn og menningarmiðstöðvar í Gerðubergi og svo höfuðborgarstofu, umsjón með Reykjavíkur, bókmenntaborg, UNESCO og mætti telja heillengi upp allt þetta flotta starf og þessi samstarfssamningur tekur bara undir það að við erum að gera við erum bara að gera rosalega flott í menningarmálum. Og já, eins og ég segi varðandi menningarstefnuna, það yrði leiðarljós okkar vinnu og kannski sérstaklega og þá helst að við ætlum að auka stuðning við grasrótarstarf í menningarlífinu og í okkar ramma þá hefur okkur verið úthlutað 10 milljónir til að útfæra það og ræddu við það í gær á vinnufundi ráðsins að við ætlum að reyna að koma því til skila í áherslum og listum með börnum. Þannig við munum þá okkar leið þá aðalega að auglýsa, við erum með eins árs styrki og náttúrulega helmingurnar okkar rekstri eru í styrkjarformum í einu öðrum leiti og munum þá allavega leggja áherslu á þetta grasrótar starf og það muni skila sér í listum fyrir börn. Við erum með hér að byggt verði við grófarhús og kaffikúltúra verði endurreist, kannski ekki nákvæmlega kaffikúltúra í þeirri mynd sem það var. Það má gera einhverja tilraunir út í hverfum að endurvekja þetta flotta starf sem að margir sjá eftir, að þurrkaðist út á sínu tíma. Og við leggjum áherslu á það að borgarhátíðirnar verði þróaðar áfram og eldar og það svo sannarlega vinna sem í gangi og við þurfum alltaf að skoða og gera betur og það bara eitthvað sem við munum leggja áherslu á og við erum með punkt að það verði gert ráð fyrir fjölbreytti list í almenningsrými strax á skipulagsstigi. Þá vill ráðið nefna fulltrúa menningar- og ferðamálaráða inn í vinnu hverfisskipulagsins til þess að koma þessum punkt á framfæri. Og já, það nú ekki kannski svona fleiri punktar sem ég vildi nefna en eins og ég sagði áður þá finnst mér við bara að vera að gera mjög góða vinnu og vil ég bara þakka kærlega fyrir og þakka ykkur fyrir skemmtilega umræðu hér undir þessum lið. Takk fyrir og góða ferð. Borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómenn hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir sem situr sinn fyrsta fund á vettvangi borgarstjórnar og hún boðin velkomin. Frú forseti og elskulegu borgarfulltrúar. Það mér sannur heiður og ánægja að fá að taka þátt í þessari umræðu í dag samstarfssáttmála nýs meirihluta í Reykjavík. Eins og samstarfsyfirlýsingin ber með sér þá komum við í meirihlutanum full eldmóðs og vel næstu með góðum hugmyndum úr kosningabaráttunni og erum staðráðin í að nýta næstu 4 ár til þess að gera góða borg enn betri. Og ég get bara sagt fyrir mig, ég legg á stað í þess að ferð með ykkur full auðmýktar og tilhlökkunar.
sem fulltrúi meirihlutans í Reykjavík og sem fulltrúi Samfylkingarinnar í Reykjavík þá mun ég leggja áherslu á þau sjónarmið jöfnuðar, kvenfrelsis og réttlætis og lýðræðis sem samstarfsyfirlýsingin ber með sér og byggir að mjög mörgu leyti á. Mér finnst að þetta séu svona þau kannski gildi sem að mega vera svolítið í forgrunni í öllu okkar starfi. Ekki bara í þeim mikilvæga verkefnum sem að tilgreind eru í þessari samstarfsyfirlýsingu, heldur líka í öllum þeim fjölmörgu verkefnum og álitamálum og úrlausnarefnum sem við höfum eftir að mæta á næstu 4 árum og eftir að sjá fyrir sig kannski akkurat í dag. En félagar mínir hafa nú farið yfir öll helstu atriði þessara samstarfssáttmála og ég get tekið undir það, mér finnst hann á mörgu leyti bara mjög góður. Mér langaði kannski að nefna 3 svona þætti sem að mér finnst sérstaklega mikilvægir og ég mun svona vilja leggja áherslu á þessum vettvangi. Og það er kannski fyrst kvenfrelsi og kynbundið ofbeldi. Það er gríðarlega mikilvægt málefni á ferðinni sem við tölum í samstarfssáttmálanum. Og ég held að það sé rosalega mikilvægt að við höldum áfram að vinna gegn skaðlegum áhrifum staðalmynda og klámvæðingar á samfélagið allt og halda áfram að sporna gegn kynbundnu ofbeldi. Þar eru áætlanir sem hafa verið samþykktar og mikilvægt að fylgja vel eftir. Og mér finnst mjög mikilvægt að við gerum allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir að vændi þrífist í okkar samfélagi. Það er svakalega mikilvægt mál. Meirihlutinn mun framfylgja áætlunum að útrýma kynbundnum launamun hjá Reykjavíkurborg. Það er auðvitað þvingandi aðgerð og kannski skrítið að taka það fram eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir nefndi, en þetta er hins vegar afskaplega mikilvægt málefni og ég ætla að taka undir með borgarfulltrúa Sólíu Tómasdóttur með það að auðvitað er kynbundinn launamunur ekki orsök heldur afleiðing þess hvernig samfélagið okkar er og hugsanlega getum við haft áhrif á samfélagið með því að ráðast þarna að afleiðingunni. Og leiðir eftir þetta allavega hjá Reykjavíkurborg, því við viljum náttúrulega að Reykjavíkurborg sé fyrirmyndar atvinnurekandi og það kemur einmitt líka fram í sáttmálanum. Við viljum endurspegla fjölbreytni samfélagsins og við viljum að borgin meðhöndli alla starfsmenn sína með réttlátum hætti. Mér langaði líka að nefna að mér finnst svona svolítið rauður þráður í gegnum sáttmálan áherslan á að lífsgæði fyrir alla Reykjavíkurbúa. Það hefur reynst vel að bjóða ungu fólki einstaklingsbundna stuðning og sjálfshjálp til virkni og sambærileg hjálp og þar hefur verið veitt þar að bjóðast öðrum sem þurfa stuðning samfélagsins til þess að geta notið velferðar í sínu lífi. Og við tölum að efla nærþjónustu og þróa þjónustu borgarinnar þannig að hún henti enn betur öldruðum, fólki með fatlanir og barnafjölskyldum og öðrum sem þurfa. Og þar tek ég bara heilshugar undir með borgarfulltrúa Björk Vilhelmsdóttur sem fór einmitt í það. Við þurfum að huga betur á þessum hópum á komandi kjörtímabili. Við erum líka að horfast í augu þegar ofbeldi er mesta ógn íslenskra barna. Það er bara þannig. Og þess vegna leggjum við áherslu á forvarnir í þeim þætti og að efla barnavernd. Og efla stuðning við fjölskyldu barna og ungmenna í vanda og samræma upplýsingar og annað. Þannig að við getum sem öflugustum hætti barist gegn ofbeldi gegn börnum. Og það síðasta sem ég ætla kannski að nefna er þá áhersla á lýðheilsu og jöfnuð. Ég var mjög ánægð sem borgari að sjá að meirihluti Samfylkingarinnar besta flokksins á liðnu kjörtímabili vann þar mikilvægt starf og ákvað í samstarfi við landlækni að gera borgin okkar að heilsuöflandi borg sem er jú mjög mikilvægt með það að markja að stuðla að bættri heilsu íbúa. Þar að horfa til öryggismála og umhverfismála og líðan og líkamlegrar og andlegrar heilsu og forvarna ýmissa þátta. Og það var skoðað að
ákveðið að þetta myndi beinast að 3 meginsviðum á síðasta kjörtímabili, heilsueflandi samfélagi eða hverfum, heilsueflandi skólum og frístundamiðstöðum og leikskólum og auknum jöfnuði. Og mér finnst þetta mjög spennandi og ég hlakka til að sjá hvernig þetta mál kemur til með að lykta áfram og fylgja þessu eftir, því að þetta ég veit ekki hvað mikilvægara heldur en að við tryggjum heilsu borgarbúa á sem víðustum skilningi. Og þarna inn kemur náttúrulega það sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson var að tala varðandi umhverfismálin líka og að standa vörð vatnið og fleira. Þannig að mér finnst það mjög viðeigandi að við í borgarstjórn Reykjavíkur fjárfestum í heilsu og hamingju borgarbúa og þetta með umhyggju fyrir þeim og kærleika að leiðarljósi. Og ég hlakka til að takast á við þessi verkefni með ykkur og vænti góð samstarfs við alla, því að við erum öll kosin í borgarstjórn til þess að þjóna borgarbúum og gera borgina enn betri. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég verð að taka undir með sömum öðrum sem hafa komið fram í dag sem hafa farið yfir þennan samstarfssáttmála sem segja að það sé ekki margt skýrt í honum og það er kannski að sömu leyti eðli stefnuskráa og samstarfssáttmála. Þetta er vinna sem margir hafa komið að. Það þarf að gæta málamilana og það þarf aðalega bara hugsunin stundu svo að setja saman texta sem virkar vel þegar hann er kynntur. Virkar vel þegar hann er kynntur í fjölmiðlum en þegar að menn fara að reyna að lesa út úr þessu skýra stefnu þá kannski rekur menn í vörðurnar og það hefur að minnsta kosti gerst hjá mér. Ég hef lært það smá saman og þegar maður horfir á slíka samstarfssáttmála og yfirlýsingar eða bara kosningastefnuskrár að taka slík plögg ekki of alvarlega, heldur miklu frekar að horfa á verkin. Það eru jú verkin sem tala fyrst og síðast en ekki þessir sáttmálar. Og maður getur að sjálfsögðu tekið undir ýmislegt sem hér stendur. Hér eru viðraðar ýmsar ágætar hugsanir, til dæmis í skólamálum. Ég held að það sé alveg ljóst að þar þarf að taka til hendi og mér þótti athyglisvert að hlusta á ræðu Skúla Helgasonar, borgarfulltrúa hér áðan, þar sem hann fór yfir þessi skóla og frístundamál og ég get tekið undir mjög margt í hans ræðu. Einkar var ég hrifinn af því að borgarfulltrúinn hann viðurkennir vandann og mér finnst mjög ánægjulegt að hann skuli gera það. Vegna þess að á síðasta kjörtímabili, það verður að segjast eins og þá var reglulega rætt hér skólamálin hér í þessum sal, en því miður þá var erfitt að fá borgarfulltrúa meirihlutans, þá Samfylkingar og Besta flokksins og Bjartrar framtíðar til þess að taka þátt í þeirri umræðu af mikilli alvöru fannst mér. Mér fannst málflutningur þá að miklu leyti einkennast af einhvers konar flótta. Þau áttu mjög bágt með að viðurkenna þá þeir sem tóku til máls fyrir hönd meirihlutans að það væri eitthvað að í skólakerfinu í Reykjavík, jafnvel þótt að það kæmu reglulega til okkar fréttir og skýrslur og efni frá álitsgjöfum það að skólakerfi í Reykjavík væri alls ekki nógu góðum málum. Og það var mjög furðulegt að standa hér í pontu og gera slíkar kannanir og skýrslur að umtalsefni og leggja út af þeim og verða síðan fyrir því að maður fekk einhverja manni var svarað í persónulegum ávirðingum í stað þess að ræða það hvað þyrfti að gera til þess að bæta skólakerfið okkar.
Og það ekki langt síðan þessi umræða var, ég held að á síðasta borgarstjórnarfundi fyrir kosningar þá var rætt menntamál, þá var farið sérstaklega yfir þau og það kom mjög vel í ljós þessi tilhneiging hjá þáverandi meirihluta til þess að stinga höfðinu í sandinn og bara viðurkenna ekki eða gera mjög lítið úr þeim fjölmörgu augljósu atriðum sem eru að í okkar kerfi og þarf að bæta. Þess vegna þá studdum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í skóla- og frístundaráði. Við studdum þá tillögu nýs meirihluta að gripið verði til aðgerða í því skyni að bæta kennslu í lestri og efla lesskilning í reykvískum skólum. Þetta hefur verið helsta stefnumál Sjálfstæðisflokksins í menntamálum á undanförnum árum. Við höfum hvað eftir annað sagt það sé með öllu óviðunandi að 30% drengja og 12% stúlkna geta ekki lesið sér til gagns við lok grunnskóla. Og það verður að segjast eins og og við á síðasta kjörtímabili þá gagnrýndum við þáverandi meirihluta fyrir áherslu á margvísleg gæluverkefni í stað áherslu á grunnfærni nemenda í lestri og stærðfræði og lögðu mikla áherslu á að nemendur nytu þeirra þjálfunar sem nauðsynleg væri fyrir árangur á seinni stigum. Og í ljósi þeirrar umræðu sem varð á síðasta kjörtímabili, ekki síst í fjölmiðlum þessi mál og að það engin hörgull á gögnum sem sýnir að átak sem þörf á lestrarkennslu í Reykjavík, þá kann það að orka tvímælis svo ekki sem sagt að skipa enn einn starfshópinn til að fara yfir málið. Að mörgu leyti má máli segja að þetta sé alveg þrautkannað og menn viti hvað sé að, ekki síst nýr formaður skóla- og frístundaráðs sem var í sérstöku starfi rauninni hjá borginni eða samtökum við borgarinnar við að fara yfir þessi mál áður en hann tók við sem formaður í skóla- og frístundaráði. Þannig að maður skildi ætla að hann væri ætti að vera vel upplýstur þetta. En að sjálfsögðu þá finnst okkur þetta vera, þetta er vonandi ekkur liti breyting, það hefur verið að viðurkenna vandann vonandi og verið að taka á honum með þessum hætti og vonandi góðum hætti. Það sem ég líka gera að umtalsefni í þessari samstarfsyfirlýsingu eða samstarfssáttmála og það finnst mér ánægjulegt, það er mikil áhersla lögð á stjórnkerfis og lýðræðismál. Og það segir með leyfi forseta í yfirlýsingunni: gagnsæi og aukið íbúalýðræði er eitt af meginverkefnum kjörtímabilsins. Markmiðið er að auka traust, bæta upplýsingamiðlun og hvetja til lýðræðislegrar þátttöku. Gott og vel, þetta er annað mál sem við sjálfstæðismenn höfum lagt mikla áherslu á undanförnum árum og það verður að segjast eins og að það gekk ekki vel að vinna þessum málum á síðasta kjörtímabili. Það kom reglulega fyrir að við óskuðum eftir því að ákveðnar upplýsingar í borgarkerfinu og hjá Orkuveitunni þær eru gerðar almenningi, þær eru sem sagt birtar almenningi og fjölmiðlum eða þeir sem þessar upplýsingar vildu fá, enda væri augljóst að almannahagsmuni væri að ræða. Það er nú svona almennt viðurkennd regla í borgarkerfinu og í störfum okkar borgarfulltrúa að það megi ríkja trúnaður ákveðin mál ef þau snerta viðkvæm mál einstaklinga eða getur beinlínis skaðað viðskiptahagsmuni borgarinnar. Og ég geti talið hér upp nokkur mál frá síðasta kjörtímabili sem ættu alveg að koma fyrir almannasjónir og ekkert af því og við fluttum tillögur en sem þáverandi meirihluti felldi eða svæfði með einhverjum hætti þannig að þau mál komast ekki fram. Og verst fannst mér að tillaga okkar sjálfstæðismanna á síðasta kjörtímabili sem við kölluðum stundum nóturnar á netið, það er að birta bókhaldsupplýsingar borgarinnar á netinu fyrir hvern sem er til að sjá. Þá væntanlega miðað við reikninga yfir ákveðinu upphæð 100 eða 200.000 krónum og sjálfsögðu var ekki verið að tala bótagreiðslur eða laun einstakra persóna. Sjálfsögðu tillaga okkur fannst og mörg sveitarfélög og ríki út í heimi hafa verið að þróa slíkar aðferðir, eru langt komnar með þetta og þetta er ekki dýrt, þetta er auðvitað bara samþætt bókhaldskerfi borgarinnar.
Þessi tillaga var samþykkt 15.0 í borgarstjórn en það var ekkert gert með hann á kjörtímabilinu. Það fólst í tillöguna að það er skipaður hópur til að fara yfir þetta. Hann var ekki skipaður, síðan var skipaður hópur embættismanna til að skoða þetta og það kom ekkert út úr þessu. Og það er ánægilegt að það segir í samstarfsyfirlýsingunni að það er að taka til hendinni í þessum efnum og vissulega hefur einn borgarfulltrúi á meirihlutans, Halldór Auðar Svansson, hefur talað mikið þetta mál og manni fannst þetta vera svona ein af meginstoðum framboðs Pírata í borginni í vor og ekkert nema gott það að segja. En eins og fyrir daginn þá það er ekki alltaf sko yfirlýsingarnar og textin sem segir alla söguna, það er ekki orðin heldur verkin og ekki alltaf einu halda því fram að þessi meirihluti hafi setið lengi, hann hefur einungis setið í nokkra mánuði en nokkur atriði á hans stuttu vegferð vekja þó með mér ákveðin ugg framhaldið. Að því við erum að tala skóla- og frístundamálin, þá get ég til dæmis nefnt það að á fyrsta fundi nýs skóla- og frístundaráðs þá var gengið frá ráðningum nokkura skólastjóra og að því loknu þá lögðu fulltrúar meirihlutans fram, það er að segja Bjartrar framtíðar, Samfylkingar, Vinstri grænna og Pírata og reyndar Framsóknar og Flugvallarvin einnig, lögðu fram eftirfarandi bókum með leyfi forseta. Fulltrúarnir lýsi yfir vilja til að endurskoða það fyrirkomulag að ráðningar skólastjóra og leikskólastjóra séu bornar undir atkvæði í ráðinu, það er að segja skóla- og frístundaráði. Nú má þetta ræða þessi mál og breyta þessu fyrirkomulagi. Fyrirkomulagi er það að fræðslustjóri eða sviðsstjóri sviðsins, hann hefur lagt fram tillögur hvaða skólastjóra eigi að ráði ákveðna stöður. Hann þarf að kynna þetta fyrir fulltrúum í ráðinu og svo er þetta samþykkt eða synjað og í öllum tilvikum sem ég man eftir þá hefur tillaga fræðslustjóra verið samþykkt. En það er hins vegar mjög mikilvægt, finnst mér, að þessar mikilvægu ráðningar, þetta eru með mikilvægstu stöðum í Reykjavík, skólastjórastöður, að þær séu bornar undir kjörna fulltrúa. Ef við ætlum að taka þetta, við höfum ekki gleyma því að við þessi kjörnu fulltrúar, við erum kjörnir af fólkinu í borginni, við höfum beina lýðræðislega tengingu við alla borgarbúa og það hefur einmitt oft verið gagnrýnt í stjórnkerfi víða heim að ákvarðanir séu einhverju leyti og þá hefur við til dæmis þennan fræga lýðræðishalla í Evrópusambandinu að ákvarðanir séu í rauninni komnar frá kjörnum fulltrúum sem eru þó þrátt fyrir alla þeirra galla og vonandi kosti einhverju líka sem eru þó í beinum tengslum við fólkið sem kýs þá það sé ekki nema í gegnum atkvæðaseðilinn og við vitum það, flest okkar erum í miklu betri tengslum við fólkið í borginni heldur með atkvæðaseðlinum og erum skyldu til að vera það. Maður fær oft kvartanir við því og ég hygg að nýju borgarfulltrúar muni kynnast því fljótlega. Maður fær oft kvartanir við því að erindi frá kjósendum það að þeim hafi verið illa tekið af embættismönnum. Jafnvel þessu dæmi að fólk haldi beinlínis fram að embættismenn eða starfsmenn borgarinn hafi komið fram við viðkomandi að dónaskap. Ég verið eiginlega aldrei var við það að nokkur ásaki okkur borgarfulltrúa að koma fram við kjósendur af dónaskap. Og það er bara auðvitað vegna þess að það er okkar hlutverk beinlínis að vera í sambandi við kjósendur, hafna engum, hlusta á alla og svo framvegis. Það sýnir að við erum í tengsli við þá. Ég óttast það svolítið að ef það á að taka þennan mikilvæga þátt alveg frá kjörnum fulltrúum, ég viðurkenni það að vísa að þessi mál undirbúin og þeir sem gera hinnar raunverulegu tillögur skólastjórana skólastjórakandidata eru embættismenn á skóla- og frístundasviði. En núna þurfa þó að verja tillögur sínar gagnvart kjörnum fulltrúum og kjörnir fulltrúar þurfa að fallast á þær. Og eins og við vitum, borgarfulltrúa, þá er ekki algjör einhugur starfsmannahald okkar skólastjóraráðningum fyrir mætti nú vera. Við erum með ætli við séum ekki með 120 skóla, leikskóla og grunnskóla á okkar könnu og
og fyrir mætti nú vera, sem betur fyrir eru mjög margir þeirra sem flestir eru mjög vel hæfir, en auðvitað getur komið upp svo hætta í svo fjölmennu kerfi að þeir séu ekki allir, og þá skiptir máli að þeir sé vel vandað til ráðninga, og grunnsemdir vakna ekki að það sé klíka embættismanna sem eru inni vel í þessar stöður. Það skiptir máli að það séu bornandi kjörna fulltrúa og fari gegnum ákveðið ferli til þess að við sannfærast það að það sé vera rétt ráða rétta mannin í starfið. Þannig ég verð að segja eins og ég held að segja að þetta verið fyrsta bókun meirihlutans, hins nýja meirihluta í skóla- og frístundaráði, og þó að þar hafi ekkert verið ákveðið, þá finnst mér að þar hafi verið gefin boltinn upp með ákveðnum hætti til að stíga skref til baka frá lýðræði og vísa þessu mikilvæga þætti inn í kerfið, algjörlega inn í kerfið, til embættismanna sem enginn kýs og þurfa ekki að standa almenningi reikningsskil gerða sinna með beinum hætti eins og við þurfum alltaf að gera. Nú, mér langar líka til að nefna nýlegt mál varðandi framleiðslu í Hellisheiðarvirkjun, afköst Hellisheiðarvirkjunar. Ég geti nefnt fleiri mál úr Orkuveitunni, ég ætla að nefna þetta. Á síðasta ári þá var tekin ákvörðun um ákveðnar aðgerðir til þess að tryggja afköst Hellisheiðarvirkjunar til framtíðar. Þá var tekin ákvörðun um að leiða gufið eða leiða pípu frá borholum úr svokallari Hverahlíð til Hellisheiðarvirkjunar til þess að tryggja afköst hennar. Þetta ekki einfalt mál, það tók langan tíma að vinna þetta mál, þurfti margar kynningar, en það var samþykkt á endanum og þetta var umdeild ákvörðun. Það voru fjölmargir fagmenn út í bæ, fræðimenn sem hafa meiri vit á jarðhitamálum með borgarfulltrúar sem vefendu jafnvel ákvörðunina. Þannig að það var mjög mikilvægt og það sem var gert í þessu máli var það að helstu gögn málsins voru kynnt almenningi sem fannst í sjálfsögðu til fyrirmyndar og þá voru lagðar fram ítarlegar upplýsingar framleiðslu Hellisheiðarvirkjunar aftur í tímann og ákveðin spáð til framtíðar. Þetta var allt lagt fram í fyrra og það var enginn sem hélt því fram þá að viðskiptahagsmunum fyrirtækis væri stefnt í hættu með því að almenningur fengi að vita þetta. Síðan núna í júní þá var lagt fyrir stjórnarfund Orkuveitunnar yfirlit yfir afköst Hellisheiðarvirkjunar frá því þessar upplýsingar voru síðast lagðar fram, þar frá júní 2013 til júní 2014 og það var sjálfsögðu, fannst mér alveg bara sjálfsagt að birta þessar upplýsingar, enda í góðu samræmi við fyrir upplýsingagjöf. En það var þarna nýkjörin stjórn Orkuveitunnar, meirihluti hennar skipaður af meirihlutanum hér í þessum sal, gat ekki fallist á það að svo stöddu. Allt í lagi að fresta málinu með fund. Málið hefur verið í frestun síðan, það hafa 2 stjórnarfundir verið haldnir í fyrirtækinu síðan og það eru 2,5 mánuðir liðin frá því tillagan fyrst lögð fram og hún liggur enn óafgreidd og stjórnarformaður meirihlutans hér í Orkuveitunni, hann í fréttaviðtali í Fréttablaðinu í morgun, þá einhvern veginn, ég ætla ekki að leggja mikið út á hans orðum, en hann einhvern veginn, maður sér það að hann gefur ekki mikla vonir á þetta verið samþykkt. Þarna verið að segja, ef að meirihlutin hér stendur með meirihluta stjórnar Orkuveitunnar í því að birta þessar upplýsingar ekki almenningi, þá stórt skref aftur á bak að ræða og maður spyr sig af hverju í ósköpunum meirihlutin hér sé að fjalla stjórnkerfi og lýðræði í mörgum málsgreinum í þessum sáttmála sínum ef að þetta eru síðan fyrstu skrefin í upplýsingamálum að hindra að þessar upplýsingar verði birtar. Ég ætla þó ekki að dæma hvort að svo sé, vonandi sér meirihlutin hér að sér og gefur fulltrúum sínum í meirihluta stjórnar Orkuveitunnar skipanir að birta þessar upplýsingar. Nú, annað í þessum sáttmála hefur verið farið yfir hérna ágætlega af ýmsum öðrum. Ég ætla þó að nefna það hér í lokin að mér finnst margt athyglisvert sem Björn Blöndal, borgarfulltrúi, nefndi hugsanlega sameiningu sveitarfélaga og þetta að sjálfsögðu eilífðar verkefni, eilífðar umræðuefni hér í borgarstjórn
Og að sjálfsögðu held ég að megi ræða það. Ég sé ekki fyrir mér að höfuðborgarsvæði verði eitt sveitarfélag. Ég held að sé ágætt að það sé einhvers konar í þessum byggðakjarna. Ísland er að breytast í borgríki eins og við vitum og mér finnst ekkert að því að það séu nokkur sveitarfélög sem á sama svæðinu sem keppi búsetu fólks sem býr á þessu svæði. En minna það að menn þurfa að velta því fyrir sér hvað hefur þá Reykjavíkurborg fram að bjóða ef hún ætlar að bjóða öðrum sveitarfélögum að ganga til sameiningar við sig. Til dæmis sú sameining sem flestir myndu segja að lægi ljós fyrir þar að Reykjavík myndi sameinast Seltjarnarnesi. Akkur ættu Seltirningar að hafa áhuga á því að sameinast okkur. Útsvarið er töluvert lægra á Seltjarnarnesi. Hitaveitugjöldin eru lægri á Seltjarnarnesi. Það er hins vegar enginn sem heldur því fram að Seltjarnarnesbær veiti eitthvað slæma þjónustu. Og það má halda þessu einnig fram varðandi fleiri sveitarfélög kringum okkur. Þau veita mörg hver ágætis þjónustu en útsvarið er mun lægra þar heldur en hjá okkur hér í Reykjavík. Þannig að ég held að áður en að við göngum af alvöru til slíkra viðræðna eða bjóðum öðrum sveitarfélögum að hoppa upp á vagni með okkur, þá þurfum við að taka til í okkar ranni, taka til í okkar rekstri og spara fé og nýta sparnaðinn til þess að lækka álögur á almenning. Það er besta leiðin til þess að Reykjavíkurborg verði samkeppnishæf og að fleiri þá kannski sveitarfélög vilji ganga til liðs við okkur. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá næsta mælendar skal borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Mér langar aðeins að tala meira samstarfssáttmála og meðal annars vegna þess að mér datt allt í huga að þetta ætti vel við hér því á fundi velferðarráðs núna fyrir sumarfrí þá kom nokkuð athyglisvert í ljós. Þar var fjallað skýrslu sem að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur látið taka saman skilyrðingar. Og skilyrðingar er nokkuð sem við höfum rætt hér margoft og felst í því að þá í rauninni þeir sem aðhylla skilyrðingar fallast á það að þeir sem njóta bóta hafi líka einhverjum skyldum að gegna. Og þetta hefur meirihluti á síðasta kjörtímabili var það svo að meirihluti velferðarráðs var nokkuð sammála þetta. Og þá erum við að tala fólk sem er í rauninni vinnufært. Við erum að aðskilja þá sem auðvitað ekki eru veikir eða ekki færir til vinnu einhvern hátt eða þurfa að fara í mat eða jafnvel einhverja endurhæfingu. Við erum að undanskilja þá. En jafnframt að taka á því vandamáli sem að nú hefur verið til staðar og eykst eins og ég sagði áðan, hefur aukist nú bara fjármagn vegna fjárhagsaðstæður 10% og nú þegar borgar hver Reykvíkingur margfalt meira heldur en íbúi að vera, ef hann væri íbúi annarra sveitarfélaga á Íslandi, margfalt meira vegna þessa máls. Þannig að það er mikil ástæða fannst mér að halda áfram að reyna að ná einhvers konar svona lendingu með þetta. Þess vegna var ótrúlega athyglisvert að á þessum fundi þá var verið að fjalla þessa skýrslu og hún var kynnt fyrir okkur og það er fjallað kost og galla skilyrðinga og niðurstaða skýrslunnar hljómar svona með leyfi forseta. Hvað ert þú að hlæja hérna? Með leyfi forseta. Samdóma niðurstaða þeirra heimildar sem skoðaðar voru að skilyrðingar hafa ótvíræð áhrif við að hvetja þá einstaklingar sem fá fjárhagsaðstoð og annað borð geta unnið til að leita sér að launavinnu. Sérstaklega þetta talið mikilvægt þegar ungt fólk að ræða. Tilvitnun lýkur. Þetta nákvæmlega í anda þess sem að við höfum verið að ræða svo nánast á hverjum einasta fundi velferðarráðs í 4 ár. Í 4 ár. Það sem gerist svo á þessum fundi að við viljum taka undir álit sambandsins og leggjum það til að velferðarráð gerir það. Það er hins vegar ekki gert og
og það var algjörlega skýrt að þarna hafði orðið uppeigja algjör viðsnúningur hjá meirihlutans í málinu og allt í einu var komin bara eins og hinn bara, ég veit ekki hvað að kalla þetta, bara allt í einu voru bara áhrif Vinstri grænna margfölduð inn í stefnuna. Mér finnst þetta svo ótrúlega lélegt. Þið trúið þessu ekki einu sinni sjálf, meirihlutinn í meirihlutanum, en ákveðið samt að skilningar séu ekki máli, takið ekki undir það sem þið hefði gert síðastliðin 4 ár, hafnið því að taka undir álit sambandssveitarfélaga og þarna bara fyrsti bresturinn í þessu samstarfi. Og að honum varð ég vitni og ég vildi segja það hér, þetta eina dæmi leiði til þess og bara niðurstaða mín að þetta plagg ekki á neinn hátt trúverðugt og ég vona að þið munu ræða þetta og ég vona svo sannarlega að mínir ágætu félagar hér, borgarfulltrúar sem setið hafa saman í velferðarráði í undanfarin 4 ár og gera nú, að þeir endurskoði þetta mat. Því þetta gríðarlega stórt mál. Þetta líklega eitt stærsta máli sem við erum að vinna að í borginni. Þannig að með því að loka svona augunum og bara einhvern veginn ætla ekki að fara þá leið sem að sérfræðinganefnd búin að fara í gegnum og segja að skipti verulegu máli til þess að koma ungu fólki út á vinnumarkað og muni hjálpa þeim. Því á að henda og ekki að taka undir og mér finnst þetta ömurlegt og mér finnst þetta lýsa svona byrjunastiginu á því hversu lítið að marka þennan samning. Ég vona auðvitað að fólk leyfi sér að hafa áfram þau sjónarmið sem unnið var að á síðasta kjörtímabili og ég veit að þarna fólk sem hefur þetta bara fer ekki saman við sannfæringu þeirra. Ég veit það. Þannig að mér langaði nú bara að upplýsa þetta vandamál sem þið standið frammi fyrir, kæri meirihluti. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sinni, þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég boðaði bókun hér í ræðu minni áðan og ég ætla að lesa hann upp núna. Hún svofelld með leyfi forseta. Samkvæmt samþykktum Reykjavíkurborgar eru fastanefndir í borgarkerfinu 14 talsins og þær skiptast í 5 flokka. Í fyrsta flokki eru umfangsmestu nefndirnar en þær eru borgarráð, skipulags- og umhverfisráð, skóla- og frístundaráð, stjórnkerfis- og lýðræðisráð og velferðarráð. Þetta eru gríðarlega mikilvægir málaflokkar sem taka til sín stærstan hluta af tekjum borgarinnar. Eiginlega má líkja starfsemi þessara nefnda og viðkomandi sviða við ráðuneyti að umfangi. Hæstu nefndarlaun eru greidd fyrir setu í þessum nefndum enda fundir gjarnan langir og undirbúningur talsverður. Formennska í nefnd í fyrsta flokki talin mikil ábyrgðar og valda staða í borgarkerfinu og formenn fá tvöfalda þóknun eins og kveðið er á í samþykktum. Athygli vekur að af 5 fastanefndum í fyrsta flokki hefur einungis 1 kona valist til forystu en það formennska í velferðarráði. Í formannsstólum allra hinna ráðanna sitja karlmenn. Ýmsir borgarfulltrúar meirihlutans hafa hrópað hátt þegar kemur að jafnrétti kynja og þátttöku kvenna í stjórnmálum, en þegar kemur að því að láta verkin tala rödd hrópandans þögnuð. Skilaboðin til kvenna í borgarstjórn eru óskemmtileg. Það fá minni verkefni á lægri launum. Ef það raunverulegur áhugi á að útrýma kynbundnum launamun hjá núverandi meirihluta, þá hann allavega ekki að ganga undan með góðu fordæmi. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Er það frá borgarfulltrúanum einum eða borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins? Borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúar meirihlutaflokkana áskilja sér rétt til gagnbókunar. Þá næstur á mælendaskrá háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi í lok þessari umræðu fá að þakka fyrir mörg góð orð og ábendingar sem að hér hafa
verið fluttar úr ræðustóli borgarstjórnar samstarfsyfirlýsinguna sem við erum að ræða. Það hefur út af fyrir sig verið farið svolítið víðan völl eins og kannski eðlilegt þegar allt undir. En mér langaði aðeins til þess að hnykkja á því sem skilja mátti sem spurningar eða ábendingar til okkar. Í fyrsta lagi vil ég fagna þeirri áherslu sem hér lögð á mjög mörg mál sem þarna fjallað eins og áherslunni á kynbundinn launamun og útrýma honum, áherslu á húsnæðismálin og þá áherslu á lýðheilsu sem Heiða Björk Hilmisdóttir tók hér upp sem hefur ekki verið gerð nógu hátt undir höfði í starfi sveitarstjórna og borgarstjórnar á undanförnum árum eða áratugum en sést verulega stað í samstarfsyfirlýsingunni. Ég get staðfest að greining borgarfulltrúa Framsóknarflokksins á samsetningu húsnæðismálanna var nokkuð glögg, þar að segja að ræða áherslu á samstarf, til dæmis uppbyggingu stundaíbúða, búseturéttaríbúða og Reykjavíkurhúsin sem eru út af fyrir sig líka samstarfsverkefni inn í þeirri tölu sem talað hefur verið 2.500 til 3.000 leigu- og búseturéttaríbúðir sem fara þurfi í gang á næstu árum og almenni markaðurinn bætist síðan þar við og hann auðvitað að ýmsu leyti borin upp af einkaaðilum en ég get ekki tekið undir með oddvita sjálfstæðismanna Halldóri Halldórssyni sem ég skildi ekki betur en að væri enn að bíða eftir því að hinn almenni markaður leysti húsnæðisvandann í Reykjavík. Það ýmsir búin að bíða lengi eftir því og það verður ekki gerst og ég held að sé almenn samstaða í samfélaginu að sveitarfélögin og borgin þurfa að stíga þarna inn en það auðvitað alveg rétt ef það átt að skilja þannig að það ekki sama hvernig það gert. Það verður að gera það af ábyrgð og byggja á samstarfi og að ýmsu að hyggja í því efni. Varðandi þau orð sem hér féllu fluggarða og mátti skilja þannig að það væri verkefni Reykjavíkurborgar eða skylda að finna nýjan stað fyrir æfinga, kennslu og einkaflug, þá það algjörlega nýr skilningur því að þvert á móti þá var það eitt af skilyrðum allrar borgarstjórnar þegar farið var í endurnýjun á flugvöllunum í Vatnsmýri árið 2000 og það var formgert með sérstakri yfirlýsingu þáverandi borgarstjóra og þáverandi samgönguráðherra Sturlu Böðvarssonar að finna eitt nýjan stað fyrir æfinga, kennslu og einkaflugið að þá hefur verið litið þannig á að það væri verkefni ríkisins að finna því nýjan stað enda eðlilegt og þegar að gert var sérstakt samkomulag við ríkisstjórnina og innanríkisráðherra í október á síðasta ári þá kemur þar sérstaklega fram með leyfi forseta óháð öðrum verkþáttum sem í samkomulaginu felast munu innanríkisráðuneytið og Isavia hafa forgöngu að kennslu og einkaflugi verði fundið nýr staðir í nágrenni borgarinnar í samræmi við áður gefin fyrirheit vegna endurbyggingar vallarins síðustu aldamót og skal stefnt að því að framkvæmdir verði hafnar eins fljótt og verða má. Tilvitnun lýkur. Þetta mikilvægt að hafa í huga og halda til haga í þessari umræðu. Mig grunar að þetta verði meira rætt hér í liðnum endurskoðun aðalskipulags en rétt að hnykkja á því út af því sem hér var sagt samráð og undirskriftasöfnunina frá því síðastliðið haust auglýsta tillögu aðalskipulag að í kjölfar undirskriftasöfnunarinnar að þá voru gerðar breytingar á fyrirliggjandi tillögu sem voru þannig að norður-suður brautin fékk lengri tíma til þess að gefa færi á því að fullkanna önnur flugvallastæði í nefnd undir forystu Rögnu Árnadóttur þetta fjallaði þetta ítarlega samkomulag sem gert var í október í fyrra. Því fögnuðu allir, líka talsmenn undirskriftasöfnunarinnar, þeir sem höfðu safnað þessum 70.000 undirskriftum, þeir sem fögnuðu þessu samkomulagi. Við það hefur borgin staðið í einu og öllu og á grundvelli þess áfram unnið undir forystu Rögnu. En það ýmis önnur verkefni sem tengjast samkomulaginu og það að finna
kennslu og einkaflugi nýjan stað í nágrenni borgarinnar eitt af því og það ekki eitt af verkefnum Rögnunefndarinnar, heldur skýrt á forræði innanríkisráðuneytisins og Isavia. Ég gerir ráð fyrir því að við munum tæpa á ýmsu því sem að hér hefur verið komið inn á í umræðum í borgarstjórn í vetur. Ég tók eftir því að í fyrri ræðu sinni saknaði borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir umfjöllunar fjárhagsaðstoð og kallaði það með leyfi forseta glatað stöff, tilvitnun lýkur, en í seinni ræðu sinni hvatti hún sér eiginlega hljóðs til þess að gagnrýna það sem segir fjárhagsaðstoð í samstarfsyfirlýsingunni og kallaði það með leyfi forseta ömurlegt. Tilvitnun lýkur. Seinni ræðan var að því leyti betri að það fjallað með skýrum hætti á því það í samstarfsyfirlýsingunni hver stefna meirihlutans þegar kemur að einstaklingsbundnum stuðningi til sjálfshjálpar, en það sú stefna að þeim sem þarfnast fjárhagslegrar aðstoðar verði boðin tækifæri til vinnu, náms, starfsendurhæfingar eða meðferðar, vinnufærum einstaklingum án atvinnu verði fundin störf í samvinnu við atvinnulífið eftir því sem kostur og sérstök áhersla verði lögð á forvarnir og virkni ungs fólks. Ég held að þetta sé skynsamleg stefna, hún hefur þegar skilað okkur mjög miklum árangri. Umræðan virkni líka og skilyrðingar líka mikilvæg. Það byggir hins vegar á lögum og það hefur verið skiptar skoðanir stefnuna að því leyti innan borgarstjórnar, en á það hefur ekki reynt og þessi meirihluti vill leggja þessar áherslur og tala ekki skilyrðingar, heldur það að bjóða þessi í raun hvata til vinnu, náms, starfsendurhæfingar og meðferðar. En þetta getum við allt saman rætt betur þegar tilefni gefst, en ég vil klikka út með því að þakka fyrir þessar umræður. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá umræðu lokið lið 1. Þá göngum við til liðar 2 á dagskránni sem